Góðir bæjarfulltrúar, bæjarritari og forstöðumaður stjórnsýslu hér í sal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkominn til 249. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Aðeins frávik frá reglunni í dag, fundi hér á mánudegi, svona að öllu óbreyttu síðasta fund fyrir hefðbundi sumarleyfi bæjarstjórnar sem verður gert grein fyrir hér í lokin og borin upp tillaga slíkt. Áðurinn í kynni dagskrá ætla ég að leita afbrigða við bæjarfulltrúa og fá að taka hér inn á dagskrá fundargerð bæjarráðs nr. 569, það er fundur sem fór fram nú í morgun. Samhliða því óska ég líka til að taka hér með afbrigðum þá á dagskrá fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 207 og síðan undir liðin almenn mál. Það eru liður reglur kjörinna fulltrúa sem afgreiddur var í bæjarráði í morgun en þarf samþykki bæjarstjórnar við. Er einhver sem hreyfir því andmælum þessir liður verið teknir hér á dagskrá? Svo virðist ekki vera, þá skoðast það samþykkt og fundarritari færi það inn í dagskrá. Þá er dagskrá bæjarstjórnar þannig í dag, hér er til umræðu fyrst fundargerðir bæjarráðs nr. 568 og 569 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 49, fræðslunefndar nr. 56, félagsmálanefndar nr. 110, menningar- og nýsköpunarnefndar nr. 1 og síðan skipulags- og umhverfisnefndar nr. 207. Þá er hér undir liðnum almenn mál, þó nokkuð. Það er þar fyrst samþykkt stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Fjarðabyggðar til síðari umræða sem er hér vísað frá bæjarráði en var hér til fyrri umræða á fyrsta fundi bæjarstjórnar. 10 það er fullnaðarreglur embættismanna og prókúra 2018, endurnýjun á þeim samþykktum. Síðan eru hér síðari umræður eftirfarandi erindisbréf. Erindisbréf barnaverndarnefndar, eignarskipulags- og umhverfisnefndar, félagsmálanefndar, fræðslunefndar, hafnarstjórnar, íþrótta- og tómstundanefndar, menningar- og nýsköpunarnefndar, upplýsingaöryggisnefndar, framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila, upplýsingaöryggisstefnan, útvistunarstefna upplýsingatæknimála, persónuverndarstefna, svo er hér liður verklagsreglur upplýsingatæknimála, svo er hér liður 24 sem nefndaskipan í Fjarðabyggð. Þar eru kosningar í nefndir ráð, það er yfirkjörstjórn Fjarðabyggðar, undirkjörstjórn Eskifirði, Neskaupstað, Reyðarfirði, Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði, Mjóafirði, Breiðdalsvík, fulltrúar okkar í almannavarnanefnd, öldungaráði og fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Þá er hér svo 25. liður, það er, svo ég kynnti áður, það er tillaga frá mér að bæjarstjórn taki sumarleyfi. Síðan er hér reglur kjörinna fulltrúa, erindisbréf landbúnaðarnefndar sem er undirnefnd eignarskipulags- og umhverfisnefndar og síðan hér svo fundar áætlun bæjarstjórnar fram að áramótum hvað kemur á sumarleyfi. Þannig að það er hér mikil dagskrá og við göngum því nú til hennar og fyrst er fundargerðir bæjarráðs nr. 568 og 569 orðin laust það er Eydís Ásbjörnsdóttir formaður bæjarráðs við beðum orðið. Gerðu svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Það er fundargerð bæjarráðs nr. 568 og þar er liður 1 samþykkt stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Fjarðabyggðar sem er hérna til afgreiðslu reyndar á eftir og helstu breytingar í henni eru til samræmis breytingar laga og reglna og hérna forseti bæjarstjóri fara þá yfir þetta hérna betra eftir. Liður 3-12 taka allir yfir erindisbréf nefnd og ráða og bæjarráð samþykkti erindisbréf fyrir sitt leyti og bíða þeir einnig staðfestingar bæjarstjórnar hérna á eftir. Liður 13-20 þeir snúa að upplýsingaöryggisstefnu sveitarfélagsins og við erum nú flest hér vel inni í þessum málum þar sem mikil vinna hefur farið fram í tengslu við ný persónuverndarlög og bæjarstjórn staðfesti þessa í rauninni nýju og endurskoðu reglur og stefnur í mars og apríl á þessu ári ásamt því að ráða inn persónuverndarfulltrúa. Liður 21 þá vinna sjálfboðaliða.
en fulltrúar Afls starfsgreinafélags þau Hjördís Þóra Sigþórsdóttir og Sverrir Már Albertsson komu á fund bæjarráðs ásamt sviðstjórum, umhverfisstjóra og sviðstjóra framkvæmdasviðs. Og farið var yfir verkefni sjálfboðaliða í Fjarðabyggð og áttu við gott samtal þar sem aðilar komu sínum sjónarmiðum áfram. Og það er gríðarlega mikilvægt að beint samtal við verkalýðshreyfinguna og eiga gott samtal þar og er þetta liður í því. Og bæjarráð þakkar forsvarsfólki Afls fyrir komuna. Liður 22 svæðisskipulag Austurlands og bæjarráð samþykkti að skipa þá sem hér talar Eydís Ásbjörnsdóttir og Ívar Dan Arnarsson sem aðalmann í svæðisskipulagsnefnd Austurlands og til vara þau Birtu Sæmundsdóttir og Gunnar Jónsson. Liður 25 gjöf til Fjarðabyggðar skíðamiðstöðin og þá var lagður fram tölvupóstur frá stjórn Sún gjöf samvinnufélagsins til Fjarðabyggðar. Samvinnufélagi hefur ákveðið að gefa yfirbyggt töfrateppi af upphæð 20 milljón króna til skíðamiðstöðunar í Oddsskarði. Einnig lá fyrir fundinu minnisblað sviðsstjóra framkvæmda og umhverfissviðs kostnað við uppsetningu og frágang sem nemur alltaf 12-15 milljónum. Bæjarráð þakkaði velvilja samvinnufélags útgerðarmanna og vísar erindinu til vinnslu til eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Þá er að bæjarráð fundargerð númer 569 frá fundinum í morgun og þar er liður 2, það er reglur kjörinna fulltrúa og framleg drög að endurskoðun reglum launakjör kjörinna fulltrúa Fjarðabyggðar. Helstu breytingarnar eru að bætt er nýjum ákvæðum kjör áheyrnarfulltrúa þeirra framboðslista sem eiga ekki kjörinn mann í nefndum en það var ekki inn í reglunum áður. Einnig er ný grein, 11. greinin vegna veikindaréttar kjörinna fulltrúa sem tekur til þess að þeir sem eru á föstum mánaðarlaunum eigi rétt á veikindaleyfi í alltaf 3 mánuði og greiðslu vegna veikinda miðast þó aðeins við föst laun. Og liður 3, upplýsinga og kynningafulltrúa komin á fundinn og kynnti lokatillögu og hönnun á bæjarskilti fyrir Reyðarfjörð. Sambærileg skilti er í vinnslu fyrir alla byggðakjarna Fjarðabyggðar og bæjarráð samþykkti hönnunina fyrir sitt leyti og vísaði erindinu til kynningar til menninga- og nýsköpunarnefndar og eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Liður 8, styrkir til uppbyggingar og innviðum fyrir rafbíla. Sviðsstjóri veitusviðs kominn á fundinn og fór yfir málið. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd vísaði til afgreiðslu bæjarráðs þjónustusamningi við Hlöðu að settar verði upp hleðslustöðvar í Neskustað, Eskifirði, Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði og Breiðdalsvík. Kostnaður Fjarðabyggðar vegna verkefnisins er 1,6 milljón á móti því kemur styrkur frá Orkusjóði upp á tæp 2,8 milljónir. Nú þegar hefur verið sett upp hraðhleðslustöð á Stöðvarfirði. Meiri hluti bæjarráðs samþykkti þjónustusamningi við Hlöðu og því að fara í verkefnið. Teljum við mikilvægt að Fjarðabyggð sé í fararbroddi í slíku verkefni og mikilvægt að og bæði sem snýra jöfnuði og þar sem þetta er svona skref til að stíga í rétta átt til betri umhverfisvitundar og umhverfisvernd þó svo að væntanlega taki aðrir við rekstrinum síðar. Liður 9, akstur til og frá athafnasvæðinu á Hrauni klukkan 20. Málinu var vísað frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarráðs og lagt til að akstursleiðin frá Hrauni sem sagt verði lögð niður eins fljótt og kostur er. Við höfum lagt mikið og unnið mikið í þessu máli og búin að reyna ýmsar aðferðleiðir og þessi leið er mjög kostnaðsöm og liggur fyrir að útlæga kostnað fyrir sveitarfélagið eru tæpar 7 milljónir á ári og nýtingin er mjög léleg. Liður 10, nefndarskipan í Fjarðabyggð 2018-22, það er við vonum að skipa fulltrúa í Náttúrustofu Austurlands. Aðalmaður frá Fjarðabyggð Gunnar Ólafsson og til vara Ingibjörg Þórðardóttir.
en sameiginlegur fulltrúi Fljótsdals héraðs og Fjarðabyggðar Líning Anna Sævarsdóttir. Einnig skipuðum við aðal- og varamenn í stýrihóps háskólaseturs og það aðalmaður Einar Már Sigurðarson og Jón Björn Hákonarson. Það liður 11 sem heitir nafni leiga á snjóbíl, en þetta erindi frá Hlífari Þorsteinsinni og þar lagt til, og þetta svo sem ekki nýtt mál heldur borðum hjá okkur, en máli snýst snjóbíl sem var keyptur til Neskaupstaðar fyrir sameiningu og hann vill bjarga þessum bíl má segja, og það lagt til minnisblað sem liggur fyrir frá fyrrverandi bæjarstjóra að það sem lagt til að snjóbíllinn verði lagaður og settur á safn. Við afgreiddum þetta mál ekki í dag en lögðum til að málinu yrði vísað til bæjarstjóra til áframhaldandi vinnslu. Það fyrir tísilega fleiri hvað þessi hljóðsundir fundargerðum Bæjarás. Jens Garðar Helgason gerði svo vel. Forseti og góðir bæjarfulltrúar. Það hérna 3 mál sem ég langar aðeins að koma inn á. Það í fyrsta lagi undir lið 568, eða fundagerð 568, liður 133, menningar og nýsköpunarnefnd. Nú það þannig að Fjarðabyggð hefur í gegnum tíðina lagt mikið upp úr því að styrkja menningarstarf með góðum og öflugum hætti. Við styrktum til dæmis Art Attack sem að voru aðkomu listamenn sem komu hingað til Fjarðabyggðar eða í Neskaupstað og unnu þar að listsköpun, styrktum það 1 milljón. Við höfum styrkt veglega við listasmiðuna í Þórsmörk á hverju ári. Við höfum komið Þórsmörk í Neskaupstað, við höfum styrkt vel við Tryggvasafn sem í safnahúsinu í Neskaupstað og svona mætti lengi telja og meðal annars höfum við líka ákveðið núna og var ákveðið núna tíð síðustu bæjarstjórnar að styrkja við endurreisn og reyna þá endurbjörgun sem á sér að stað varandi eistnaflug og það náttúrulega eru líklega milljónir eða milljónatugir sem að sveitafélagið hefur styrkt eistnaflug í formi bæði peninga, vinnu og útleigu á húsi. Og allt þetta til þess að reyna að gera samfélagið okkar betra og koma með þessa liti í samfélagið okkar sem menningin vissulega er. Þess vegna finnst mér skjóta svolítið skökku við að menningarráð ákvað núna á dögunum að hafna gjöf listamanns Ódí útilistaverk á sundlaugina á Eskifirði. Og það nú þannig að Ódí sá listamaður líklega á Austurlandi, nú lifandi, sem að einn þekktasti myndlistamaður Austurlands í dag. Og hann hefur haldið sýningar víðsvegar land, hann með samning við Gallerí Fold sölu á verkum, hann hefur verið með sýningar erlendis í Berlín meðal annars og hefur verið í samstarfi við til dæmis VR hönnun á ýmsu fyrir þá og jafnvel stendur til að hann muni hanna útlit á einni flugvél. Þá velti ég fyrir mér, þegar að menningarnefnd ákveður núna á sínum fyrsta fundi, að hafna þessari gjöf sem vissulega kostar í kringum 600.000 krónur, það sem sagt vinnslan á verkinu, flutningur og uppsetning. 600.000 krónur frá þessum listamanni þar sem að kemur fram að það sem að var leitað eftir til dæmis faglegu mati prófessors Listaháskólas Íslands, Guðmundar Odds Magnússonar eða Godds, Minnstef var búin að gefa jákvætt svar værandi höfundaréttamála, arkitektar hússins voru búin að gefa jákvæða umsögn og í samtölu við Listasafn Íslands var búin að gefa jákvæða umsögn líka. Þá skýtur það svolítið skökku við að Fjarðabyggð við meirihlutinn ætli að hafna þessari gjöf. Og ég skil raunin ekki alveg, það var haft mikið fyrir því að stofna listaverkaráð núna fyrir nokkrum vikum eða misserum síðan.
Og þetta listaverkalag átti einmitt að leggja mat á ýmislegt svona. Menningarnefnd ákveður hins vegar ekki að vilja vísa þessu inn til listaverkaráðs, heldur ákveður það bara sjálf að hafna þessari gjöf frá þessum listamanni. Og þessuna velti ég nú fyrir mér og ég vil spurja oddvita meirihlutans, bæði formann bæjarráðs og forseta bæjarstjórnar. Að í ljósi þess að menningaráð ákveður upp á sitt einsdæmi að hafna þessu og þessu ekki vísað inn til listaverkaráðs til umfjöllunar, þá bæði vil ég vita á hvaða forsendum var ákveðið að hafna þessu, af því að við höfum alveg tekið fyrir mál þar sem að hafa komið inn fyrirspurnir eins og til dæmis Art Attack sem var ekki inn á fjárhagsáætlun en var ákveðið að setja 1 milljón í, og fleiri verkefni sem við höfum tekið fyrir gegnum tíðina. Á hvaða faglegu forsendum var ákveðið að hafna þessari gjöf, og í ljósi þess að menningarnefnd sér sig ekki fært að vísa þessu inn til listaverkaráðs til faglegra umfjöllunar, að þá velti ég fyrir mér hvort að við eigum þá ekki bara að leggja niður listaverkaráð. Það er óþarf að vera að fjölga ráðum og nefndum ef það á síðan ekki að nýta sér faglegt álit þeirra hvort sem er. Þannig að ég vil spurja oddvitana 2 akkurat þetta tiltekna mál. Síðan það styrkir til uppbyggingar og innviðum fyrir rafbíla. Nú rafbílavæðingin að ryðja sér til rúms og það allt hið besta mál. Á fundinum í dag að þá bókaði ég svohljóðandi bókun í bæjarráði með leyfi forseta. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins setur fyrirvara við að skattgreiðendur í Fjarðabyggð sé að greiða fyrir uppsetningu á rafhleðslustöðvum þar sem slíkt á að vera í höndum einkaaðila. Fengist hafa styrkir frá Orkusjóði fyrir uppsetningu stöðvana og sjálfsagt að þeir renni til aðila sem vilja byggja upp slíkar stöðvar. Það ekki hlutverk Fjarðabyggðar að eiga og reka rafhleðslustöðvar, ekki frekar en bensínstöðvar eða matvöruverslanir. Af samtölum mínum við þá aðila sem að reka hér til dæmis þjónustu eins sem að selja til dæmis bensín og dísilolíu, að þá vinna í fullum gangi við það að koma upp rafhleðslustöðvum. Þessi þróun og þessi vinna í fullum gangi. Og þess vegna finnst mér að skjóta skökku við að það eigi að fara að nota hátt í 2 milljónir úr sveitasjóði við það að setja upp rafhleðslustöðvar sem nota bene verða reknar af öðrum og sem að þeir mun þá fá tekjurnar af, en við munum eiga stöðvarnar. Og þetta 3 ára samningur, þannig eftir 3 ár munum við eiga stöðvar. Það mjög hröð framþróun í þessum stöðvum og öll olíufyrirtækin að koma sér upp þessum stöðvum. Þannig ég skil ekki, minnst allt í lagi að nota pening Orkusjóðs í það, að styrkja einhver aðilaði það að setja upp hleðslustöðvar. En að ætla að fara að nota peninga skattgreiðenda, fólksins í Fjarðabyggð, að koma upp rafhleðslustöðvum sem á síðan einhverjum tímapunkti verða í samkeppni hér við einkaaðila í bænum og segja við séum að komast á hvernig var þetta orðað? Við erum að komast á vera í fremstu röð og vera í forystu í þessum málum. Það nú bara þannig að þetta nú bara að gerast akkurat núna og þetta ekkit kannski sérstaklega hugsa sem þjónusta við íbúa Fjarðabyggðar, því að fólk getur náttúrulega hlaðið rafbílana heima hjá sér, þeir sem eiga rafbíla og komist hér á milli staða, og það komnar rafhleðslustöðvar hér víðsvegar allt. Þannig ef fólk að fara lengra til að þá verða nú líklega ekki rafmagnslaust hér í fyrstu bæjarkjörnum Fjarðabyggðar. Þannig ég velti því fyrir mér af hverju við eigum að vera að nota peninga skattgreiðenda í þetta umfram það sem kemur úr Orkusjóði. Og ég bara velti því fyrir mér hvað ef það verður mikil sprenging í til dæmis heilsubúðum, eigum við þá að fara að setja hér upp heilsubúðir og að því að við þurfum að vera í fremstu röð varandi heilsueflingu líka og sölu og heilsuafurðum. Þannig að ég held að þetta bara sé hið versta mál fyrir samfélagið ef að fara að eyða peningum okkar í þetta. Leiga á snjóbíl. Fyrsta lagi kemur nú fram að það að setja hann á snjóbíl og safn. Ég hef nú fengið það staðfest að það sé hætt við þessar hugmyndir safnið. Hópurinn hefur verið lagður niður að mér skilst og þetta safn úr sögunni. Þannig að við þurfum nú ekki að áhyggjur því að bílinni að fara safn. Ég hefði hins vegar haldið og þess vegna var þetta mál ekki afgreitt í bæjarráðinu í dag, af því að það var beðið það að fá nú í fyrsta lagi á hreint hvað kostar að gera við þennan bíl og í öðru lagi hvaða tilfinningarlega gildi hefur hann fyrir Norðfirðinga. Ég gat nú ekki betur heyrt hann að það væri nú kannski aðrir snjóbílar sem hefur meira tilfinningarlegt gildi fyrir Norðfirðinga, eins og til dæmis Tanni
snjóbílinn Tanni og síðan litli norski snjóbílinn sem núna komin í hendur áhugaaðala og umsjá þeirra sem að norðmenn gáfu okkur eftir snjóflóðin. Og því velti ég fyrir mér að hvort að það eigi virkilega að fara að eyða peningum í það að gera þennan bíl upp, hvar hann þá að vera, fyrir hvern og hvert á hann að fara. Þessum spurningum hefur ekki verið svarað og ég velti því fyrir mér af hverju við hefum að fara að setja peninga í að gera upp þennan bíl. Ég held að ef það eru áhugasamir aðilar, hvort sem það bréfritari sem sendir þetta bréf, þá held ég að það sé fullur vilji til þess hljóta að vera hjá sveitarfélaginu og aðvenda honum bílinn að fullu, bara honum okkur að bara gefins, við getum gefið honum bílinn, eða öðrum áhuga mönnum þá viðkomandi aðila eða fleirum sem vilja gera bílinn upp. En ég held að þetta er ekki mál skattgreiðenda á fólksins í Fjarðabyggð að fara að gera upp snjóbíl. Hjörður Jens, orðið laust. Kveða með hljóðs sér aðeins og fara yfir nokkra liði og þá þeirri spurningu sem beint var til mín að hendi oddvita sjálfstæðismanna sem ég skal reyna að svara eftir bestu getu, þó ég kannski ekki vissum að hann sé alveg sammála öllum þeim svörum sem hann fær, hvernig sem þau verða orðuð heyrist mér, því en aðeins ég ætla að fá að koma inn á nokkra liði í fundargerðum Bæjarráðs 568-569 og kannski fyrst það sem ég ætla að fara yfir svona eða að vekja athygli á, það er í fundargerð 568 í lok hennar var bókun hjá Bæjarráði vegna þess að við lýstum við sem áhyggjum að boðari breyting á reglingunum veiðar á sæbjúgum, komin erindi frá aðilum sem hér eru fann að veiða sæbjú. Sæbjú eru má segja nýja, á síðustu árum hefur vinnsla á þessari sjávarafurð verið að aukast og verðmæti hennar aukast og hér hafa aðilar verið að stunda þessar veiðar og ekki bara frá Fjarðabyggð, semst aðilar hérna á Fjarðabyggð, líka aðilar annar staðar frá. Bjúin er svo flutt suður, það er svo vinnsla þar, en ég hef heyrt það á þeim aðilum sem hér eru innan Fjarðabyggðar að það er mikill áhuga á því að reyna að byggja vinnslu hér til þess að auka hámarka verðmæti þessar afurða sem er sannarlega mikils virði þegar hún er sérstaklega unnin. Nú boðar ráðuneytið að sjávarútvegsráðherra svona ákveðna reglugerða breytingu með stækkun á veiðisvæðum og nýjar veiðislóðir og þessi aðlægt mikla ágjörð, þannig að við fengum atvinnu- og þróunarstjóra til þess að yfirfara þessa reglugerða breytingu og það er búið skilin athugasemdum við það og við þurfum svona að fylgja því svolítið eftir að sjá hvernig það er vegna þess að svona þegar við erum að byggja eins og segir svona nýja atvinnugrein eða nýja nýting og nýri grein, þá verður svolítið að fylgja því eftir og vonandi gengur það, en það er svona spurning hvernig hvort þessi reglugerðarbreyting tekur gildi óbreytt, en allavega höfum við skilað umsögn og atvinnu- og þróunarstjóri var í samskiptum þá aðila sem hér hafa verið til þess að svona átta sig á betur þeim áhyggjum sem framöndan eru. Þetta eru stækkun á svæðinu fyrir Austanland ásamt nýjum, allir kannski ekki tók slóðir í þessum tilfelli líka. Aðeins í sambandi við 569, það er svona fagnaðarefni, það verið að sækja lóðir, alltaf fagnaðarefni, hvað sem það er að það verið að sækja lóðir, vonandi leiða þær til nýbygginga. En ég ætla aðeins að koma inn á lið 7 sem er endurheimtur á Votlendi. Það var samningur sem var vísað til Bæjarráðs sem Eignarskipulagsumhverfið hafi tekið til skoðunar og afgreiðslu, samningur milli Fjarðabyggðar og Landgræðslunnar um endurheimt Votlendis í landi Hólma. Bæjarráð svona setti það fyrirvara við samþykki samningsins að hann hamla ekki uppbyggingu, það nú eins og með þekkja þá er á framtíðarskipulagi, framtíðarsýn sveitarfélagsins hugmyndir upp atvinnu og hafnsækna starfsemi á jörðinni Flateyri sem utan Mjóeyrinna og þetta við þurfum að skoða þetta og þannig að við vísum þessu til frekari skoðun í Hafnarstjórn því að leiðum en taka þátt í endurheimt Votlendis og gera samninga þá náttúrulega erum við líka búin að binda það land sem það fer til ákveðins tíma og þannig að við þurfum bara að skoða þetta vel, sjá það og þetta fer inn til Hafnarstjórnar til það næsta fundar og svona greinum það þannig að þetta setur nú ekki neitt strik í reikningin með þá framtíðarsýn sem við höfum fyrir Flateyri. Það er líka sömuleiðis með nýju, það var afar sú tilraun sem Bæjarráð fór í á sín tíma að setja upp 8-ferð innan almenna samgöngukerfisins á kvöldin, 8 á kvöldin í tengslu við breytingar á vaktafyrirkomulagi þegar vaktafyrirkomulag álversins breyttist í
úr 12 tíma í 8 tíma vaktir, þá breytist náttúrulega ekki öll fyrirtækin sínum fyrirkomulega þar með slökkviliði, þannig að við ætlum að mæta þessu. Það er svona ákveðin vonbrigði að þetta er ekki nýtt, þannig að en leiðin náttúrulega sjálfs bara takast á við það og segja henni upp og skoða hvernig getum þá frekar nýtt á peninga sem við sett í það nú þegar til þá einhverja annar aksturs innan kerfisins. Ætlaði það aðeins að koma af þeirri miklu eldmessu sem haldin var hér rétt áðan af Jens Karli Helgasyni. Það sem beindi mér spurningu fyrir hönd skattgreiðenda, ef ég gæti skildi það rétt. Það skildi nú á milli í liða hjá honum hverju voru skattgreiðendur, eða hvernig það nýtt var féð þeirra. En aðeins bara í tengslu við lið sem tengist útilistaverki. Ég held að sé nú kannski rétt að draga þess andaróli að það var að taka til starfa ný menningar og nýsköpunarnefnd. Hún tók það svo ákvörðun að þykja ekki þetta góða boð þessa listamann sem hefur þetta legið hérna nokkuð lengi inn og var inn í nýstofnun listaverkaráði. Nú ger ég ráð fyrir að menningarnefnd muni aðeins fara bara yfir þetta eins og menningarnefndi gera. Það er nefndir sem taka til starfa við hverjar kosningar, skoða þá með listaverkaráði, sem sé enga ástæð til að fella það niður. En eins og ég skildi afstöðu þeirra og ég get nú ekki séð reyndar að það sé sérstaklega tilgreint að meirihlutin hafi fellt þetta, bara menningarnefnd afgreitt þetta í heild sinni. Þannig að og allt í góðu með það, ég ger ráð fyrir að það hafi átt sig einhver umræða þarna inni og sem hafi verið byggt á. En þá er menn að horfa til þess aðeins að fara yfir, og ég hef svona heyrt þá umræður, fara yfir það magn útlistar sem við eigum núna, aðeins að sjá ástand þeirra, hugsanlega nýta þá fjármagni til þess og svona, ef ekki sé að horfa á þetta í heild sinni. Ég sannarlega er sammála Jens því að listin er afskaplega skreytir okkar mannlíf og er nauðsynleg. Við höfum stutt við ýmisverkefni, við höfum stutt við listamenn sem að koma að senda sýningar í gegnum tíðina, keypt af þeim verk. Við höfum styðjum ýmsa uppbyggingu á sviði list og menningar sem alveg hárrétt. En svo getur maður að tekið afstöðu til hvers og eins þess hvenær sem er. Þarna kemur tilboð að sjálfsögðu. Nú hefur þessi nýja menningar og nýsköpunarnefnd ákveðið að afþakka það. Ég ger ekki ráð fyrir að listamaðurinn beðið neitt skaða því, en enga síður er þetta stórhugur á hans hálfu og sýnir bara hlýjan hug hans til sveitarfélagsins. Við svo bara sjáum þegar að þetta vinnst nú áfram og þetta ráð verið búin að taka sínum við þeim málum, þá þetta liggur fyrir stefna. Ég hef ekki ágjörð þetta sín en grundvallarbreyting að muni hafa neinar sérstakar afleiðingar fyrir sveitarfélagið, ég vona allavega ekki. En hvað varðar rafbílavæðingu, þá er ég alveg sammála Jens í því að við eigum að ekki að, og það er náttúrulega áver okkar megin markmið, að við séum ekki að reka rafhleðslustöðvar frekar heldur en bara bensínstöðvar og annað en til framtíðar. En engu að síður er rafbílavæðingin ekki hægt að setja undir sama hatt og heilsubúðir. Rafbílavæðing er náttúrulega liður í því að Íslenska ríkið og samband sveitafélag þar undir hafa tekið saman og tekið ákvörðun samningum loftslagsmál og fleira. Einn liður í þeim efnum er rafbílavæðing, síðan er það flugvélaflotinn og skipin og allt þetta. Við hefum alveg gríðarlega mikla vinnu framöndan. Nú er það þannig að rafbílavæðingin er ekki komin þann stað að þetta sé orðinn samkeppnishæfur iðnaður, og ég svo sannarlega tel að það sé rétt að við stígum það skref að þessa stöðvar fara úr okkar eigu og séu bara í höndum aðila sem munu sérhæfa sig að reka þessar stöðvar. Núna liggur fyrir að við vorum þátttakendur í umsagnarferli með Austurbrú í orkuskiptamálunum sem þar eru sérstaklega til meðhöndlunar og hafa verið rekin núna í samstarfi við ýmis fyrirtæki á Íslandi sem hafa komið því að kosta þá stöðu sem hefur verið bak við það. Með því undirgöngustu ákveðna skuldbindingu, með þessu erum við að koma þessu á í þessum bæjarkjörnum til þess að gera þá leið aðgengileg fyrir þá sem stunda með rafbíl og að fara á milli. Eflaust er rétt að íbúunum mun gagnast það minnst, þeir náttúrulega ekki að hlaða heima, en engu að síður verðum að, ef við horfum til markaðslegra forsendu í þessu, eins brothættur og þær eru núna, þá hefði þessar stöðar ekki komið upp undir kjörnum. Þannig að við stígum það skref. Mér finnst það eðlilegt að gagnrýna að það sé að setja 1,6 síðan, en við stígum það skref til að koma sér þjónustu á. Þá er þetta komið hér. Við vonandi getum stígið svo það skref að koma þessu út. Ég veit ekkert hvað tækni verður og það vitum við ekki. Svo ákvörðun sem að tekur hverju sinni byggist bara þeim forsendum sem maður hefur núna.
það er bara þannig. Ég til að rafbílavæðing sé ekki það sem þetta að bjarga heiminum. Ég held bara, og við deildum þeim skoðan valbíla morgun, Jens, að hvernig rafgeimandir í bílanum eru búin til. Það er svo allt annar handleikur og skilur þessi miklu meira umhverfisspor heldur en örugglega það að eiga dísilbíla eins og staðan í dag. Þannig eflaust verður til einhver annar orkugjafi og eitthvað annað kerfi og það þarf að vera vegna þess að efnið í rafgeimana það er ekki óþrjótandi í heiminum það sem þeir eru búin til úr. En við stígum þetta núna, förum inn í dag, klárum þennan samning. Þetta hefur verið margoft til umræðu í þeim tíma sem ég var í eignarskipur umhverfisnefnd og við tókum mikla umræðu nefndinu þetta. Við töldum það að þetta væri best á komið í höndum þeirra aðila sem hafa hagaði að reka svona. En ennþá er það kerfi dálítið brothætt og er að komast á og það er svo ákvörðun sem nefndin tekur núna að stíga þetta skref eftir held ég vel ígrunda mál beggja þessa nefnda fyrir nefndur þessa til þess að koma þess stöðum fyrir þannig að við séum komin inn í þann hóp sveitafélags sem geta boðið upp á þetta fyrir þá gesti sem hér koma. Því miður ekki rafbíla verður ekki orkustöð í Mjóafirði enda held ég að Mjóafirði bjóði kannski illa upp á hans vegasamgöngur kannski upp á akstur rafbíla eins og þeir eru í dag en hvað sem verður í framtíðinni en þannig að við förum þessa leið, við verðum svo að sjá hvort við getum ekki einmitt reynt að sjá til þess að hér vaxi upp iðnaður sem muni þjónust þetta og haldi utan við framtíðinni. Þannig ég vona að þetta hafi svarað þeim fyrirspurnum hafi Jens hvað varðar snjóbílinni þá tökum þá klárum það, sjáum hvernig það endar, hvort það endar á þessu safni eða Ystafelli eða hvar, þá bara er svona engin afgreiðslu í þeim efnum falið, en þetta er samt mál sem við verðum að koma úr því það er komin formlegt erindi og það verður að svara því og vinna með það. Þannig að við svo bara leysum úr því öllu sátt og samlyndi. En fleira ekki af mér, orðið laust, vil einhver þessi ljós, Eydís Ásbjörnsdóttir gerur svo vel. Forseti, ég ætla að svara oddvita Sjálfstæðisflokksins listaverkakaup. Það var þetta rætt hérna í fjárhags- og framkvæmdaráætlun síðasta haust að er mikilvægt að fara yfir þau útilistaverk sem við eigum og athuga ástand þeirra og mér finnst það mjög eðlilegt að nýta það fjármuni í það líka en mér finnst eðlilegt í slíkum kaupum og slíkum útilistaverkum eða hvað verkum sem það er eða að fara út í mjög kaupa það verði jafnvel auglýst samkeppni rætt það að þá sem sagt að fleiri listamönnum sé hleypt af borðinu til að vera með. En ég sé ekki ástæðu til að leggja listaverkaráði niður og reðalega mikilvægt að sinna listamenningu og er það einn á mörgum forsendum góðs samfélags. Takk fyrir Eydís, orðið laust. Dýrun Pála Skaftóttir gerur svo vel. Forseti, bæjarritari og bæjarfulltrúar. Ég tek heils undir með honum Jens Garðari. Spurning með listaverkaráðið, það er kannski ekki að leggja það niður en það má gjarnan breyta því að eins og það er núna, þá er það mjög pólitískt ráð og held ég að sé öllu betra að hafa starfsmenn eins og menningafulltrúa okkar og safnafulltrúa sem að síðan leita til eins og í þessu tilfelli til prófessor Listaháskólans, gallería og annara og byrja það inn á borð. Því að eins og staðin er á listaverkaráði núna, eða var á síðasta kjörtímabili, að þá var þetta pólitískt rifrildi og það á ekki heima þegar við erum að tala um verk. Því finnst mér að við ættum að breyta því. Takk fyrir Dýrun. Það er fleiri hversi ljós. Einar Már, gerðu svo vel. Forseti, það eru örfá atriði sem ég vildi koma inn á. Það er í fyrsta lagi 21. liður fundargerð bæjarráðs nr. 568 varðandi sjálfboðaliðana. Ég fagna því að bæjarráðið skulle hafa fengið fulltrúa afls á fundil sín því að mér finnst það mjög mikilvægt að
þessi sjálfboðaliða vinna sem við erum með hérna sem töluverð, að hún sé í fullri sátt við verkalýðshreyfinguna. Það mikilvægt því að við viljum ekki fá neikvæða leiðindar fjölmiðlaumræðum það að við séum eins og því miður hefur komið fram að við séum að láta sjálfboðaliða vinna einhver verk sem að sé verið að taka vinnu frá öðrum. Það auðvitað sjálfsögðu ekki tilgangurinn. Þannig að það þarf bara að tryggja það að sé gott samtal þarna á milli og þetta sé allt gert í sátt og samlyndi. Í varðandi síðan þetta langa og mikla mál um þessa meintu gjöf frá Ódi, nokkuð kostnaður sem gjöf eins og gjarnan vill nú verða með gjafir sumar hverjar. Þetta búið að vera mikil langloka og búið að vera, ætli sé ekki á annað ár sem þetta búið að vera svona að fara hér á milli. Nú hefur Dýrun Pála auðvitað reynslu af setu í listaverkaráði sem að ég hef ekki, þannig að ég ætla nú ekki að mótmæla þessari skoðun en það getur vel verið að það sé eðlilegt að breyta eitthvað þar. Finnst bara sjálfsagt að við skoðum það auðvitað því að það þarf að vera helst yfir svona mikinn vafa orpið starf sem þarf fram það mat sem þar lagt á, þannig að það auðvitað mikilvægt. En hins vegar vil ég taka undir með Jóni Birni líka og þeim sem að hér hafa það fjallað, það sé mikilvægt að fara yfir þessa stöðu útilistaverka sem eru hjá okkur. Við þurfum að eiga góða skrá yfir það og stöðu þeirra og hafa þau sem allra best. Og síðan að móta stefnum það hvað viljum við gera í útilistaverkum. Ég man til þess eftir því að þetta var búið að taka til umræðu í eignaskipulags- og umhverfisnefnd varðandi það að þetta yrði í Sundlauginni. Það var hins vegar engin niðurstaða komin það vegna þess að það lágu þetta ekkert fyrir hvort að þetta yrði þegið eða ekki. Það átti alveg eftir að fara þá umræðu það hvort að sú staðsetning væri svo rétt ef á annað borð þetta hefði verið þegið. En nú það allavega komið í einhverja biðstöð, það búið að hafna því á þessu stigi, þannig að það heldur þá ekki áfram sú umræða. Aðeins, þó að það komi kannski og mætti alveg eins taka fyrir undir fundargerð eigna og eignaskipulags- og umhverfisnefndar varðandi endurheimt á votlendi. Það þetta mikilvægur samningur og mikilvæg staða sem við erum komin í það og það ber auðvitað þakka ágætt starf fyrir endi meirihluta í þeim efnum að við erum svona með ákveði frumkvæði í því að vinna endurheimt votlendis. Þetta vakti athygli tók ég eftir hjá formanni Votlendissjóð sem búin að koma hér í heimsókn og núna að leggja grunn að enn meiri verkefnum í þessu sem auðvitað þá í samráði fyrst og næst við landeigendur því að þeir þurfa að vera með í þessu en þessar jarðir sem þarna verið að ræðum í þessum lið auðvitað það sem að bæjarfélagið á og auðvitað unnið síðan fyrir mikinn styrk frá Alcoa. Þannig að það hins vegar eðlilegt að hafnarstjórn fari yfir málið og kanni það hvort að þarna verið á einhvern nátt að skerða mögulega starfsemi sem þarna getur orðið síðar. Við vorum fullviss eftir miklar umræður í ESU-nefndinni að svo væri ekki en það auðvitað betra að hafnarstjórnin fari yfir það líka og verði samfærð málið einnig. Nú varðandi uppbyggingu innviða fyrir rafbíla þá var búið að ræða þetta töluvert mikið í ESU-nefndinni ekki bara á síðasta fundi heldur nokkur fundum áður líka og þar var allir sammála það að niðurstaðan væri raunverulega þessi en umræðan var mjög mikil, því ekki að neita og menn veltu upp ýmsum hliðum á málinu og ég held að veri allir sammála það að það algjörlega óeðlilegt í raun og veru til framtíðar að við séum eigendur á þessum stöðum þannig að það verði við eitt af fyrstu verkum bara leið og grundvöldur skapast að við losum okkur út úr því. Hins vegar var valið raunverulega þetta hvort við ætluðum að þykja þessa styrki og vera með í þessu átæki eða hreinlega ekki. Og það var mat nefndarmanna að það væri meira virði að vera með heldur en að sitja eftir sem svona annars flokks sveitafélagi þessu tilliti. Við viljum auðvitað vera í framvarðasveit í þessu sem ýmsu öðru. Aðeins lið 11 í þessari fundargerð, leigu á snjóbíl, snú ekki ástæð til þess að við ræðum kannski mikið minnisblað fráfarandi bæjarstjóra sem að þetta var falið að reyna að finna svona sáttaleið eða leysa málið og hann leggur ákveðið til í þeim efnum. Ég hef svo sem enga skoðun á því hvort að það réttasta leiðin eða ekki. Það sem vakti sérstaka athygli mína þessi sérkennilega leiga á þessum snjóbíl. Það liggur nú við að mér finnst eðlilegt að það sé bara að skoða frá A til Ö hvernig á því stendur að þessi snjóbíl leigður til einkanóta að því virðist og sá sem að færa hann á leigu
hann skilur hann bara eftir upp á heiði. Þetta þykir mér allt þið sérkennilegasta en það ekkert minnst á það í minnisblaðinu, hvernig er neinn skýring á því og veit ég hann ekki en eins og ég segi, mér fannst þetta svona athyglisverðast fyrir utan það, þetta mjög nauðsynlegt að við náum sátt við meðeigandi okkar að þessu snjóbíl, hvernig við leysum málið, en ég tek alveg undir það að við getum nú ekki eitt í þetta sko miklum fjármunum, þannig að við þurfum að reyna að finna ódýra og góða lausn á málinu en ég velti fyrir mér sko hvernig að þessar leigu var staðið og hvort að engin ábyrgð þess sem að leigir sé á því að skilja snjóbíl eftir upp á Mjóafjarðarheiði. Nú þekki ég bara ekki málinu nóg vel til að fjalla það meira en vil skilja þetta eftir svona út í kosmósið, hvort að einhver hefur betri skýringu eða kann eitthvað meiri málinu heldur en ég, hvernig þessi óskup dundi yfir oss. Það fyrir einar, orðið laust fundagerðið bæjarráðs. Jens Karl Helgason við orðið gerðis vel Jens. Forseti, það er aftur að margumrættri gjöf og ég ætla aðeins að velta því upp sko. Við erum ekki að tala bara einhvern listamann og við höfum hérna eins og ég kom á núna áðan. Við höfum verið að styrkja, til dæmis eins og sýnast, styrktum Art Attack 1 milljón. Það sem að lítt þekktir listamenn, aðkomufólk, kom hér og var með málaði útilistaverk í Neskaupstað. Og mér skilst að það bara látið vel að því starfi og það er bara hið besta mál. En það sem að ég er bara að velta hér upp er það er tekin ákvörðun það að hafna þessari gjöf. Og þetta er ekki bara einhver listamaður. Þetta er sá myndlistarmaður í Fjarðabyggð og líklega á Austurlandi sem er hvað þekktastur og búin að ná hvað lengst í dag. Það er ekkit verið að, ef menn hefðu til dæmis ætlað að hafna eggjónum frá Sigurði Guðmundsinni í Djúpavogi og sagt, já við fyrst að Sigurður ætla að koma hérna með eggin, ef við ekki bara fara í samkeppni. Fá bara einhverja til þess að koma með. Þetta snýst það að við erum að þiggja hér verk eða okkur hefur verið boðið að þiggja verk sem að er frá listamanni sem er í fremstu röð með myndlistamann á Austurlandi í dag. Minnstakosti Fjarðabyggð. Þannig að það er ekki eins og þetta sé einhver og fordæmi sýna það að við höfum styrkt nánast lítt þekkta og aðkomu listamenn til þess að vera hér með listgjörninga og borga fyrir það. Þannig að ég held að í því ljósi þá ætla ég bara að skora á meirihlutann að endurskoða þessa ákvörðun sína. Ég ætla bara að skora á meirihlutann að endurskoða þessa ákvörðun sína og þetta verið tekið aftur fyrir í menningar- og nýsköpunarnefnd og vonandi þá fært niður í listaverkaráð þar sem þá tekið vonandi einhver fagleg umræða þetta mál. Og varðandi það að þetta var ákveðið í menningarnefnd þá vil ég nú bara benda á það að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í menningarnefnd mótmælti þessu ekki en hann bókaði ekki málið þannig að það var bókaði málið í bæjarráðinu og það er allt gert í samráði við okkar og í takt við þá umræðu sem fór fram í menningarráðinu af okkar fulltrúa. Sko, ég ætla nú aðeins að velta fyrir mér hérna líka varandi innviðin á rafbílunum. Nú erum við að fara að gera 3 ára samning og við eigum sem sagt þessar stöðvar og Hlaða tekur að sér það að reka þér og taka þá tekjurnar sem koma af rafbílastöðunum. Þetta er 3 ára samningur. Svo rennur samningurinn út og þá ætlum við að reyna að losa okkur við þessar stöðar. Og kannski eftir 3 ár þá verða allar bensinstöðarnar komnar með svona hraðhleðslustöðar. Allar. Og það er nú þegar byrjað. Og þetta verður kannski eins og hluturinn okkar í sparisjónum að þetta var bara tímabundið að reyna að losa hann sem fyrst og svo hefur ekkert gengið að losa hlutin. Því eigendur, og ég get alveg lofa ykkur því, að það verða ekki kaupendur á hverju strái fyrir utan olíufélögin að kaupa hérna hraðhleðslustöðar fyrir utan samkaup í Neskaupstað eða Kjörbúðun á Eskifirði. Það get ég alveg lofað ykkur. Þannig að í samkeppni við olíufélögin sem verða að koma með þetta fyrir utan olíu- og bensinstöðvarnar og sér það sem önnur þjónusta seldi í leiðinni. Þannig að ég held að það sé nú meira óskikja heldur en hitt að halda það að við getum selt þessar stöðvar.
Þannig að við munum sitja uppi með þessar stöðvar og reyna þá að gera einhvern álíka samning við hérna einhver félög og síðan munum við þurfa að viðhalda þessu og þar fram eftir göttunum. Ég held ég láti umræðan snjóbílinn eiga sig, en ég vil bara benda á það að samkvæmt fyrirspurn minni hér inn í stjórnsýslunni að þá hafa engir samningar fundist. Það hafa engir pappírar fundist þessa svogerðu samninga. Og ég líka hef óskað eftir því að þeir samningar finnist þannig að við séum með það alveg á hreinu. Hvernig í pottin búið með eignarhaldið og allt þetta á bílnum. Það finnst mér nú kannski líka ákveðin forsenda. Og ef það eru munnlegir samningar, að þá lítur þá að vera einhverju fleiri til vitnisburðar það sem voru hér í stjórnsýslunni, það hvers eðlis þessi munnlegu samningar voru. Þannig að við höfum eitthvað í höndunum og ég get alveg skilið það, en ég finnst nú reyndar miðað við það hvað samkvæmt þessu brefi, hvað þetta hjartnæmt tæki fyrir Norðfirðinga, þá þætti mér nú skrítið ef að það væri komin norður í sveitir þetta tæki, uppgert fyrir á kostnað íbúa Fjarðabyggðar. Þannig að, og í ljósi þess að það búið að hætta við að setja upp þetta safn í Egilsstöðum, á Egilsstöðum, minnst samkvæmt mínum heimildum, að þá finnst mér þetta mál blasa allt öðruvísi við. Og ég vona það að lausnin á þessu máli verði svo að bréfritari bara taki að sér bílinn á samt kannski áhugasömum aðilum sem vilja gera bílnum vel og koma málinu þannig í farveg að það verði í höndunum áhugasömum aðilum og við gefum viðkomandi aðilum bílinn. Takk. Það fyrir Jens, orðið laust. Aðeins að fá að kveða með hljóðs og aðeins að kannski að fá að leggja orðið í belg. Ég ætla ekki að fara dýpir í þetta snjóbílamál, endur það ekki til afgreiðslu og ég held að þetta sé ekki ástæða til þess að fabulera hvert hann fer að uppgerð hans kostnaðana slíkt, við bara leysum úr þessu máli. Það er samt að leysa úr því þegar formlega erindi koma og þurfum ekki eða lengri tími í það núna. Aðeins bara með innviða uppbyggingu eða með rafbílana. Sko, það er mjög furðuleg samanburðarfræði að taka 1,6 milljónir sem settir í þessa stöð eða þá aðgerð sem við fórum í hruninu og eignarhlutur í Sparisjóðum sem metin einhverja 20 eða 100 milljóna. Og það gilda nú svona sitt kort. Ég viss það að í framtíðinni gangi allt eftir að Íslands bankakerfi taki einhverja þróun, menn hafa verið strandið í því kerfi svolítið með sölu á þeim hlutum að þá muni það nú skilast í Fjarðabyggðar. En þetta svona ekki markmið Fjarðabyggðar að vera í rekstri þar frekar en kannski öðru. En fyrir því ástæður sem þú þekkir vel og á þessum 3 árum, ef það verður niðurstaðan, þá tel ég það samt lítisháttar að 600.000 hafi verið lagt í það að gera þá þessa staði úr garði að hér sé þessi þjónusta í boði. Þannig ég tel að fari á vestaveg þá muni það ekki verða það þyngsta sem við munum takast á við. En vonandi þetta til þess að auka þessa þjónustu og við getum losað okkur við hann. Ég veit það ekki og það vitum við hvorki ég en Skarar að hvernig það þróast. En ég trúi því að það sé. Þannig ég vildi nú bara koma þessu að, kæri bæjarfulltrúi, til svara við þetta. Hvað vikur hinn bara eins og ég sagði áðan, þetta er til umfjöllunar og svo eftir að taka til umfjöllunar listarfræði og sjá þetta hvernig allt saman þróast í þessum efnum. Það er ekki nokkuð tómt verið að gera lítið úr þessum listamannin frekar en öðrum. Eða svo er þetta ekki mitt mat allavega í þessum efnum. En orðið er laust, lengt þessi hljóðs. Svo virðist ekki verið ég ber fundargerð Bæjarráðs þess að sanngjarnir sem gefur merki það eru sannandi með 9 atkvæðum. Þá erum við komin næst í fundargerð Íþrótt tónstæðandar með 49. Við lengt þessi hljóðs hana. Pálína Margeirsdóttir gerur svo vel. Forseti og góði bæjarfulltrúar. Mér langaði bara á fyrsta fundi Íþrótt- og tómstundanefndar, það var náttúrulega eins og flestum nefndafundum, allavega, flestum, þá var nú kannski ekki mikið sem lá fyrir en það var erindisbréf nefndarinnar og síðan skýrsla frá rannsóknum og greiningu sem var tekin núna í febrúar 2018 og mér langaði bara að hvetja bæjarfulltrúar til að skoða þessa skýrslu. Hún á að vera aðgengilega á vefnum og við sjáum þarna smá blikur á lofti, sérstaklega í einum árgangi,
En ég hveti ykkur til þess að skoða kannski heilt yfir sko, vegna þess að þegar við byrjuðum þá vorum við einhvers staðar hérna bara hátt uppi og á mjög mörgum sviðum, erum við bara öllum sviðum og hefur okkur tekist að hérna bæta stöðuna, en það eru smá blikur núna í einum árgangi sem að hérna verður fróðlegt að sjá hvernig þróast og eru kannski ekki alveg nógu góðar og maður veit ekki hversu marktæk þær eru. Og svo náttúrulega líka eru bekkirnir okkar ofskaplega litlir, þetta er svo litlir árgangar, við getum ekki fengið þetta neitt sundur greint, skiljiði, það er bara, fjarðarbið er bara eitt hluti, þannig að þó menn vildu grípa inn í á einhverjum stöðum þá er það ekkert í boði vegna þess að við fáum ekki að sjá það, sko. Þannig að hérna, en ég hvet ykkur bara til að skoða skýrsluna. Takk. Takk fyrir Pálína. Vilja fleiri kveðsljóðs undir fundargerð íþrótt tónlistarnefndar. Svo virðist ekki verið í berjum til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð fræðslunefndar númer 56. Orðið laustum hann Eydís Ásbjörnsdóttir er beðin orðið, gerðu svo vel Eydís. Forseti, ég ætla að koma aðeins inn á lið 4. Þar sem snjall símanotkun í grunnskólum Fjarðabyggðar. Það var bókun bæjarráðs hérna eftir kosningar þar sem að óskað var eftir því að fræðslunefnd myndi taka afstöðu til notkunar snjalltækja í skólum. Fræðslunefnd er búin að taka máli fyrir og óskar eftir að fá mat skólastjórnenda og skólaskrifstofu Austurlands á notkun snjalltækja í skólum, þá kosti og galla. Og það eru upplýsingar sem ég hef að það veru skólastjórnendur verði beðnir að taka málið upp á kennara og starfsmannafundum og það er rætt. Takk fyrir. Takk fyrir Eydís. Vilja fleiri kveðsljóðs undir fundargerð fræðslunefndar. Svo virðist ekki verið berjandi til samþykkt þess vannsækjum skeiðmerki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Það var að fundargerð félagsmálanefndar um 110. Gerðu svo vel Hjördís Helga hefur beðið orðið. Forseti, bæjarritari og aðrir bæjarfulltrúar. Eins og Pálína sagði þá var þetta fyrsti nefndafundur hjá félagsmálanefnd eftir að nýr meirihluti tók við og þannig að það var kannski ekki mörg mál á dagskrá en enga síður þá var að erindisbréfið og svo var það skipan framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilina frá árinu 2018 til 2022 og það var samþykkt að skipa mig, Ásmund Pál og Heiðar Má í ráðið og til varar eru Guðfinna Erlín og Valdimar Másson en þetta eru í ráðið skipað úr félagsmálanefnd. En bæði ég og Heiðar höfum setið í þessu ráði sem er nú búin að búið að vera virt núna í stutta stund og Ásmundur kemur þar nýr inn. Einnig var það lýðheilsa ungs fólks sem var kynnt fyrir okkur eins og Pálína talaði hérna áðan og þessi skýrsla sýnir náttúrulega bara niðurstöður ungmenna hér í Fjarðabyggð samanborið við höfuðborgarsvæðið og síðan landsbyggðina, allt landið segi ég. Og ég tek undir með Pálínu bara að hvetja allir til að kynna sér þessa skýrslu en svo munu rannsóknar og fulltrúar rannsóknar og greiningu koma hingað í Fjarðabyggð, koma austur í haust og munu eiga fund með okkur íþrótta- og tómstundasnefnd, fræðslunefnd og félagsmálanefnd fulltrúum sem eru í þeim nefndum til þess að kynna þessar niðurstöður. En takk fyrir. Takk fyrir Hjördís. Þá er það orðið laust fundargerð félagsmálanefndar fyrir gefið. Viljum þessi ljós. Svo verðist ekki vera, ég ber hann eftir samþýtta þess að hann samþykjum merki, hún er sagðið með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar nr. 1, orðið laust hana, viljum þessi ljós. Jens Garðar Helgason gerði svo vel. Forseti. Ég ætlaði að fá að leggja fram hérna eftirfarandi tillögu. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að lið 6.5 í fundargerð menningarnefndar verði vísa til listaverkaráðs til faglegra umfjöllunar og ákvörðun tekin í framhaldi af því. Takk. Fulltrúi Sjálfstæðismanna hefur lagt fram dagskrártillögu sem er samkvæmt heimild samkvæmt því að vísa lið
ekki efnislegar tillögur eins og vaðin þekkja nú allir, því að þær þarf að kynna að leggja fram 50 fyrir fund. Þannig að þá er þessi dagskrártillaga tekin til afgreiðslu jafnframt og til umræðu með fundagerð menningar- og nýsköpunarnefndar og biðum að ég legg hana til fundarritara eftir. Orðið laust hvoru tekja, dagskrártillöguna og fundagerð menningar- og nýsköpunarnefndar. Vil einhver þessi hljóðus? Einar Már, gjörðu svo vel. Forseti, nú aðeins að velta fyrir mér þessari dagskrártillögu að vísa þessari afgreiðslu menningar- og nýsköpunarnefndar til listaverkaráðs. Ef ég man þetta rétt, forseti leiðréttið mig því að hann á nú verið sérfræðingur okkar í öllu þessum skipulagi okkar, þá er það menningar- og nýsköpunarnefnd líklega sem vísar yfirleitt til listaverkanefndar hlutunum, þannig að mér finnst þetta nú svolítið verið eins og við séum að taka fram fyrir hendurnar og nefnd sem við höfum kosið til annast verkið. Finnst það nú eiginlega ekki tilhlýðilegt að byrja á því eftir fyrsta fund nefndarinnar að taka fram fyrir hendurnar á nefndinni. Þannig að það má skoðast sem ákveði svona, já, að menn sé að gera heldur lítið úr starfi nefndarinnar, þannig að ég held að sé nú eðlilegt að þetta sé nú unnið eftir öðrum leiðum heldur en þessum. Þannig að ég legg nú til að við fellum þessa dagskrártillögu Sjálfstæðisflokksins og það verði tákrænt það hvernig framgangur þeirra tillagna verði í framtíðinni, ef það verði ekki burðugri en þetta ágæti oddviti. En mér þykir merkilegt í raun og veru ef að þetta er svona mikið áhuga efni Sjálfstæðisflokksins, af hverju síðasta kjörtímabil dugði ekki til að afgreiða málið. Ég átta mig bara enga veginn á því hvernig á því stóð að þeir mánuðir allir sem þá liðu hafa hvorki hægt að segja já né nei. Ég verð nú að hæla nýju nefndinni fyrir það að geta tekið afstöðu og auðvitað reyna að menna að standa með sínu fólki í þeirri afstöðu sem að nefndin tekur og ég legg því til að við fellum þessa dagskrártillögu. Takk fyrir Einar. Til úrskurðar þá er listaverkaráð til og þú mátt byrja upp dagskrártillögu og vísa liðum og þó það sé þvert ofan í afgreiðslu nefndarinnar þá má vísa til vegna þess að ráðið til í okkar kerfi. Þannig að ég aftur á móti tel að þetta mál sé mikið moldviri og leiði fæ að taka þá sem þessa dagskrártillögu þá tel ég að nú hefur þetta flotið umfjöllun í menningarráði, menningar- og nýsköpunarnefnd. Menningar- og nýsköpunarnefnd ásóttir að taka til umræðu og eins og dýrum komið hér inn á áðan hafa verið uppi hugmyndir breyting á listaverkaráði. Þannig ég held að sé rétt að við byrjum á þeim enda og hérna það sé nú kannski svona þá hefur rétt að skref með þurfa þetta nýja menningar- og nýsköpunarnefnd þarf að fá að taka þess til umfjöllunar hvernig hún vill sjá fyrir sér starfsemi þess ráðs, hvort hún vill það þá hvort það sé uppi þær hugmyndir sem eru að breyta vægi þar inni, hvort það er að vera starfsmenn eða nefndarmenn. Allavega var að tala í byrjun að það veri ákveðin tenging milli nefndar eignarskipur og umhverfisnefndar sem fer með þau mál sem tengjast listaverkum hvar það út í listaverkum. Þannig ég held að það sé rétt að að við ég allavega mun fella þessa tillögu og byrja því að leyfa nýja menningar- og nýsköpunarnefnd að taka til starfa, taka það til umfjöllunar. En svo að það sé rétt að Jens ber sagði þessu alveg hárrétt að bera upp þessa tillögu með þessum hætti. Það má það. Þannig orðið laust tillöguna og fundagerðin. Gerðu svo Jens Garðar. Forseti, þetta er svolítið merkileg og skemmtileg umræða og gefur kannski upptaktin það hvað koma skal hér í bæjarstjórninni. Við erum með fagráð sem á að taka á þessum málum akkurat. Og hér kemur bæjarfulltrúi Einar Már Sigurðsson og lýsir því yfir að þessi tillaga muni verða felld eins og allar aðra tillögur Sjálfstæðisflokksins og það sé upptaktur því sem koma skal hjá núverandi meirihluta. Eina sem að Sjálfstæðisflokkurinn er að leggja hér til og þetta er ekkert mold viðri. Það eina sem við erum að leggja til er að þetta verði lagt inn í þá faglegu nefnd sem var skipað og haft mikið fyrir í samráði við Listasafn Íslands og fleiri aðila að búa til reglur og umgjörð utanum listaverka nefnd. Og eina sem við erum að leggja til er að þessi tillaga verði þar lögð inn
það verði tekið faglegt mat á þessari tillögu, ekki eitthvað pólitískt mat, ekki hvort að mönnum finnst þetta ljótt eða fallegt eða líki vel eða illa við listamann, en ég veit ekki hvaða áhrif það getur haft sem að menn eru að koma hér upp og ákveða þetta. Ég vil halda það að þetta hafi verið ákveðin ungæðingsháttur í menningarnefnd og vil trúa því að bara byrjenda mistök hjá þeim að hafi ekki ákveð að vísa þessu inn til listaverkarás. Ég ætla að vona það að menningarnefnd mun ekki starfa með þessum hætti í framtíðinni. Það nýta sér þó ekki þá faglega aðila og óska eftir þeim faglegu upplýsingum og því faglega mati sem við erum að tala um. Og ég veit nú að Fjarðarlistinn sérstaklega hefur nú ekki síst af öllum talað fyrir því að það væri faglegt mat á hlutunum og talað fyrir því uppbyggingu á listum og menningu í Fjarðarbyggð. En það greinilegt að það búið að gefa upptaktin það hvernig afgreiðslunar verða hér og þetta getur nú varla talist moldviðri að vísa einni tillögu eitt útilistaverk í til faglegrar umfjöllunar og fá þá utanaðkomandi aðila til að gefa sitt álit á þessu, eins og þeir hafa svo sem gert nú þegar, en það þó hægt að grafa dýpra eftir því. En Einar Már Sigurðsson búinn að gefa upp boltanum það hvernig Fjarðarlisti muni afgreiða mál hér og tillögu Sjálfstæðisflokksins, og það verður þá bara gaman að takast á við það núna á kjörtímabilinu. En þessi tillaga stendur og ég held og vil bara taka það fram. Þetta ekki moldviðri, við erum einungis að kalla eftir því að þetta mál fái faglega umfjöllun. En það greinilega búið að umvefja þetta mál, pólitík á alla kanta, snúa þessu upp í að segja að þetta sé pólitískt moldviðri, að því að þetta tillaga minnihlutans að þá eigi að fella hana, og þess vegna held ég að þetta þó upptakturinn fyrir íbúa Fjarðabyggðar það hvernig núverandi meirihluti muni vinna. Fyrir Jens, orðið laust, ég ætla aðeins að fá að kveða með ljóðs. Ég ætla að biðja mennum að á fyrsta fundi fyrsta fundi hér að slá nú aðeins af yfirlýsingum hvernig hlutinni verða. Fyrsta fundi þínum Jens hér eftir á nýju kjörtímabili aðeins að slá af í þeim yfirlýsingum. Ef það þá upptakturinn líka að ég tel að það hefur aldrei verið iðkuð sú, ekki síðasta árum það hér inni að menn hafi fellt til og þeir koma frá einum, en það eitthvað spurning, það líka afstæði því að vilja taka útilistaverk að eign Fjarðabyggðar til skoðunar og nota til þess að fjármagn sem til fari við það og móta sér stefnu, og það ekkert óeðlilegt á fyrsta fundi nýrrar nefndar. Það líka stefna, og það enginn að segja það eitt sé ljótt og annars sé flott í þeim efnum. Það líka ákveðin pólitísk sýn í þeim efnum, og menn verða bara að virða það líka. Ef hér eru fyrir verk, hvernig sú stefna, hvernig að þeim staðið, hvort það þurfi það að auki fjármagn til viðhald en byrja þar. Það líka ákveðin stefna. Og það engin ástæða til að gera minn úr henni heldur en því, og ég tel á engan hátt að hér sé verið að vega þeirri skoðun sem þú og þið hafið haft hér upp þetta verk. En að fara með þetta frá því að þetta fer í gegnum menningarnefnd, þar án bókunar eða án atkvæðagreiðslu, sem gott, því að ég er svo sannarlega að vona það að nefndirnar lendi ekki þeirri stöðu oft að þurfa að fara að greiða atkvæðum mál. Það svo atkvæðslega farið þá fram hér inni á þeim vettvangi sem bæjarfulltrúar takast á pólitísk stefnu. Og það þá líka upptaktur í því, hlýtur að vera, hvernig minnihlutin ætlar að starfa ef hann telur að meirihlutin ætlar sér að fella allt fyrirfram og búa það til. Já, ég trúi því nú að það hefði fallið í einhverjum hitta leiksins í einu. Ég held að hann tala bara þessa einstöku tillögu. Ég skammaði ykkur þá báða. En nú hafa menn til þess ráðrúm inn á vettvangi nefndanna til að fjallum þá hvernig menn sjá fyrir sér ráðið og þess afgreiðslur og svo framvegis. Þannig ég tel að það sé ekki, það svo sem ekkert að brenna í þessum efnum, og þetta gefst vonandi tækifæri til að móta þar stefnu til framtíðar og þá þess kjörtímabils, hvernig menn sjá það fyrir sér, og gefa nú aðeins kannski viðkomandi menningarnefnd tækifæri til þess. En fleira ætla ekki að tjá en það búum mín 2 skipti hér. Orðið laust, Einar Már Sigurðsson, gerðu svo vel.
Forseti, ég vona að Jens Garðar heyri til mín. Jens Garðar? Já, kemur hann. Ég verð nú að biðja Jens Garðar afsökunar á því ef hann er svona viðkvæmur að það megi ekki taka svona þokkara skýrt til orða og hann heyri ekki heilu setningarnar. Ég sagði að ef tillögurnar væri ekki burðugri en þessi, þá var náttúrulega ekki annað hægt að gera en að fella þær. Ég vona svo sannarlega að þær verði miklu öflugri og það verði þetta samþykja þær flestar sem hér kom eftir þetta. En ef ég hef ekki orðað þetta nógu skýrt Jens minn, þá er það allavega tekið af öllum vafa. Ég vil sem sagt góðar tillögur frá Sjálfstæðisflokknum eins og öllum öðrum. Síðan finnst mér nú að Jens Garðar þurfi að læra það. Hann byrjaði nefnilega á því að segja til að hann væri til að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn, svo allt í honum var þetta orðin til að minnihlutans. Þó að Sjálfstæðisflokkurinn sé nokkuð stór í minnihlutanum, þá trúi ég því nú að hinn flokkurinn í minnihluta geti, já, er það ekki? Ég segi það, akkurat, já, en það var í seinni ræðinu sem þú fórst allt í hana, já, þannig að þetta var ekki misskilningur með, þetta er Sjálfstæðisflokkurinn, ekki? Gott er. Þannig að Jens Garðar er ekki þar með orðin talsmaður beggja flokkana í minnihluta, heldur Sjálfstæðisflokksins, þannig að það sé alveg skýrt. Og þannig er það auðvitað með okkur flest að við erum talsmenn yfirleitt okkar sjálfra, númer 1, 2 og 3 og svo stundum okkar frambóða. En þetta er sem þannig, svo ég rifji nú aðeins upp fyrir Jens Garðari. Hann var nú hér í meirihluta á síðastu kjörtímabili og ég man ekki betur en að þetta ágæta mál hafi verið á borðum listaverkaráðs. Það kom hins vegar ekkert út úr því, þannig að ég átta mig bara ekki alveg á því, var þetta aldrei þar tekið til umræðu? Það er nú eiginlega enn sérkennilega heldur en ég held, en þá þarf nú bara að skoða það, mér þykir það mjög skrítið því að ég held að ráðið hefur verið stofnað og þetta hefur verið eitt af verkefnum sem þar átti að ræða. Já, þannig hann man þetta verið allt saman, en hérna, ég held bara, taldi það alveg fullvíst að það hefði verið, en mér þótti þetta að var merkilegt alltaf með þetta mál, hvað það tók óskaplega langan tíma í afgreiðslu. Ég efast að séu mörg mál sem eru þó ekki flóknari en þetta sem hafa tekið jafn langan tíma. En þarna kemur þó ráð sem er tilbúið að taka afstöðu og eins og kom fram hér í máli Jóns Björns áðan, þá leggur ráðið upp með það að vilja fara yfir öll út í listaverkin og móta sér einhverja stefnu. Það finnst mér bara vinnubröð sem eru til sóma, en ekki að láta svona mál hanga yfir sem mánuðum saman án að taka afstöðu til þess. Þannig að það finnst mér fagnaðarefni að menn eru tilbúinir til að taka afstöðu til máluna. Takk fyrir Einar. Orðið er laust. Ég hef lokið mínum tveimur ég á ekki fleiri tækifæri til að svara nema til mín úr sal var beint að forseti bæjarstjórnar hefur verið formaður listaverkaráðs. Ég ætla bara að svara því beinum. Ég var það ekki, formaður eignarskipulags- og umhverfisnefndar sem ég gegndi því hlutverki einnig, átti setur í ráðinu. Ráðið var samráðsvettvangur og ekki var skipaður formaður. Ráðið kom einu sem til fundar, eflaust má kenna formaður eignarskipulags- og umhverfisnefndar þegar ekki orðið fleiri vegna anna að þar var þetta tekið og ákveða að afla frekari gagna í málinu. Svo ég svari þessu beint með þessum hætti. Orðið er laust, engin hvað þessi hljóðs, ég ætla að byrja þá að bera upp dagskrártillögu sem er fyrst og síðan fundagerðina á eftir. Og dagskrártillagan sem hefur verið borin upp að lagði þér fram er svo hljóðandi: bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að lið 6.5 í fundagerð menningarnefndar verði vísað til listaverkaráðs til faglegrar umfjöllunar og ákvörðun tekin í framhald af því. Þeir sem þessa tillögu styðja myndsannast gefi merki. Það eru 2 og þeir sem á móti eru, það eru 6. Rúnar, situr þú hjá? Já. Og 1 situr hjá. Jú, út með það. Þá er tillagan afgreidd í kemurinn til fundarritara. Þá er sem sagt óskum það að fundagerðin verið borin upp, sérstaklega verið borin upp liður 6.5 en fundagerðin á öðru leiti, það er ekki rétt. Þá ber ég fundagerðina upp utan liðar 6.5, þeir sem hana samþykkja sem gefa merki, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hann liður 6.5, þeir sem hann samþykja sem gefa merki, hann er samþykktur með 6 atkvæðum. Er einhver á móti þessum lið? 2 og Rúnar Gunnarsson situr hjá. Nei, ég ætla nú að gera hérna svona, láta ykkur réttumönd. Fyrirgefðu, já, ég hefði snúið. Það er rétt, hugsalega væri það réttara.
Þá er fundagerð menningar og nýsköpunarnefndar nr. 1 afgreidd. Ég ætla að fá að rita hér inn í hana til minnis þegar ég fer yfir fundagerð á eftir. Jæja, góða bæjarfulltrúar, þá erum komin lið 7 sem er eignaskipulags- og umhverfisnefnd númer 207. Orðið er laust hana, Einar Már Sigurðsson beðum orðið, gerðu svo Einar Már. Forseti, aðeins að fara yfir fundagerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Það voru 34 liðir á dagskrá nefndarinnar þessu sinni. Ég vona að það verði nú ekki þannig ætíð. Við höfum meðal annars rætt það að reyna að stytta fundi með því að skipta þessu upp á einhvern hátt, þannig að það verði það sem er til að eigna og umhverfisnefnd kannski annars vegar og svo skipulagsmálin hins vegar og byggingamál. Reyna það allavega til þess að við höfum tíma til þess að fara svona djúpt yfir mál. Þarna til dæmis vorum við nokkur mál sem við þurftum að ræða og það lendi var fundur býsna langur. Fyrst kom til okkar Jódís Skúladóttir sem er nýráðin starfsmaður hjá Austurbrú og er með strætisvagna Austurlands á sinni könnu. Var bara að fara yfir það mál sem hefur verið núna semt í yfirfærslunni, eins og við munið þá var þetta hér innan veggja á Fjarðabyggð en er nú komið til Austurbrúar og það er enn verið að vinna auðvitað þessar yfirfærslu og nýju skipulagi og það er svona miðað við að ýmsar breytingar geti orðið næstu áramót. Það er ekki tímabært held ég að búast við því fyrr, en það hefur verið að ræða sem sagt mjög margt í útfærslun þarna, ýmsir þættir sem er verið að skoða og fara yfir og ég vona og trúi því að það verið gott samstarf við nefndina í þessari vinnu. Það er búið að fjalla þetta sem við lögðum til að lagt af, aksturinn til og frá Hafnarsvæðinu að Hrauni að kveldi. Aðalskipulag Breiðdalshrepps, svo þið vitið, þá er það búið að vera í gangi núna í auglýsingaferli. Það er liðið og komna nokkur athugasemdir sem er verið að vinna í, en þetta færist núna inn til okkar og við munum á næsta fundi sem ég ger ráð fyrir að verði eftir viku fá þá aðila á fundin sem að gerst þekkja til þeirrar vinnu, þannig að við getum sinnt í og það er búið að hafa samband við skipulagsstofnun og þeir telja það eðlilegt eins og við að við reynum að klára þetta og tökum það síðan inn í okkar skipulag og neðu við endurskoðum aðalskipulag okkar eins og við ætlum okkur að gera núna í byrjun kjörtímabils. Við erum búin að ræða endurheimt á votlendi, garðsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja sem er verið að skoða, það er verið að vinna, umhverfisstjóri mun vinna það áfram í tengslu við félagsþjónustuna, hvaða útfærslur eru vanlegastar í því tilliti. Það er nokkuð brýnt að þetta komist á sem fyrst en það þarf auðvitað að vanda vel til verka þannig að það verði hægt að ljúka málun í þeim farvegi sem ákveðið verður. Þannig að ég vonast til þess að við komumst einhvað lengra á næsta fundi með málið. Nú síðan eru hér einn og einn liður hér á setna sem að ég kem inn á. Mikið var þarna nú bara bæði verið að kynna og leggja fram athugasemdir við ýmislegt og þess háttar. Við ræddum aðeins, eða kom fram hérna aðeins á fundagerðin frá bæjaráði varðandi gjöfuna til Fjarðabyggðar og skíðamöðstöðina. Töfrateppi sem það er verið að gefa. Við gátum ekki afgreitt málið á þessum fundi vegna þess að þetta tengist líka skipulagi sem er verið að vinna á skíðasvæðinu og við erum að bíða eftir frekari gögnum og athugasemdum frá Veðurstofunni varðandi ýmsar ofanflóðavarnir sem við þurfum að taka tillit til. Fjölskyldu og útivistarsvæði á Fáskrúðsfirði, það er ástæða til þess að fagna sérstaklega því frumkvæði sem að grasrótarhreyfing þar hefur tekið að sér. Byrjuð á því að safna fyrir æslab belg og síðan kom frisbeegolf og nú er kastali á leiðinni og aparóla og þetta er allt sem sagt unnið með sjálfboðaliða starfi, fjáröflun á staðnum og í fullu samráði hins vegar við bæði skipulag og umhverfisstjóra hér í okkur og það var sem sagt ákveðið að það erði unnið í því samræði áfram við að koma þessu fyrir þannig að sem best fari á þessu. Við samþyktum jafnframt að greiða flutningskostnaðin austur en öðru leyti er samt búið að safna fyrir þessu öllu saman og við erum þannig að borga þetta bara örlítinn hluta af því sem þetta kostar
og ég veit að það eru fleiri byggðakjarnar komnir ýmist í gang og sumir komnir mismöflega langt í því að fara svipaði leiðir. Svo við vitum þá höfum við búin að vera með á dagskrá hjá okkur nú nokkuð tíma endurskipulagningu á leikvöllum og öðru slíku, þannig að hér er þetta full ástæða til þess að fagna því þegar íbúarnir taka svona hluti í eigin hendur. Tek undir það sem kom hér fram áðan, það er ánægju efni að það er sótt um lóð í Neskaupstað, Sæbakka 19. Þar er fólk sem hefur áhuga því að byggja sér hús og það er vonandi að það gangi hratt og örugglega fyrir sig. Já, og annað er nú bara svona afgreiðslumál sem við köllum í nefndinni en ég vona að þessi stutta og snarpa yfirferð verði til þess að flýta umræðu mjög hér á fundunum þess að geta fundagerð. Þakka fyrir Einar. Orðið laust fundagerð eignarskipulegs umhverfisnefndar Jens Kári Helgason í máli. Gerðsson Jens. Forseti. Ég kom nú ekkert inn á endurheimtur á Votlendi áðan, en ég vil nú samt segja fyrir mitt leyti að ég tek undir því orð sem voru hér höfð uppi áðan varðandi það að endurheimt á Votlendi má ekki með neinum hætti takmarka framtíðar uppbyggingu okkar í kringum Mjóarhöfnina og því svæði hér í Reyðarfirði. Þetta verkefni er gott og gilt þrátt fyrir það að mér skiljist og ég sé engin sérfræðingur í endurheimt Votlendis og áhrif þess á loftslagsbreytingar, en þá skils mér að það sé nú reyndar milli vísindamanna deildar meiningar áhrif endurheimt Votlendis, en ég segi fyrir mitt leyti algjörlega að endurheimt þessa Votlendis má ekki vera til þess að það takmarki í framtíðar uppbyggingu okkar og höfnunum hér með nokkrum hætti. Og þetta verkefni er bara hið besta mál, en vísvegar annars þar í Fjarðabyggð skils mér að það sé verið að ræsa fram land, þannig að þetta er nú kannski bara hluta til mótvægisaðgerð gegn framræsingu lands í Fjarðabyggð nú þegar og ég held og vona það að bæjarfulltrúar verði sammála það að við munum ekki samþykkja þennan samning nema að endurheimtin muni ná að þeim jarðarmörkum þá Flateyrar sem er þá utan við álverið, þar sem að sveitarstjórnin hefur haft það sem framtíðar uppbyggingarsvæði og möguleika á uppbyggingu og það væri afskaplega, það væri bara mjög slæmt fyrir sveitarfélagið, svo vægt sér til orða tekið, ef að við myndum afsala okkur þessum rétti til áframhaldandi uppbyggingar á þessu svæði okkar. Síðan er það varðandi garðsláttinn. Nú veit ég að margir eldri borgarar bíða spenntir yfir því að bæjarstarfsmenn komi eða verktakar á vegum bæjarins komi og slái fyrir sig garðana, og ég heyri það að það er mikill spenningur meðal eldri borgara að þetta detti í borðið, og ég hef einmitt hvatt eldri borgara til þess að hringja á bæjarskrifstofurnar til þess að panta sér slátt, af því að þetta er mikið framfara skref fyrir íbúa, en nú sé ég að þetta er og kemur fram hérna hjá formanni nefndarinnar, þetta er allt í vinnslu og verður vonandi unnið sem fyrst, enda líður tími líka hratt, það er komin júlí og ég ætla að vona að þetta sé ekki mál sem skýrist hér miðjan ágúst þegar að spretta er nánast búinn, þannig að gamlingjarnir sitja eftir með sárt ennið. Mér langar eiginlega að spurja hérna, að því að nú hlýtur formaðurinn og meirihlutin verið búin að hugsa þetta með einhverjum hætti, þrátt verið embættismenn sé að vinnað útvæðslu, að þá hlýtur nú vera einhver pólitísk hugsun á bakvið þennan slátt til eldri borgara. Er þetta sem sagt, mér langar nú bara að spurja formanninn, svona, er þetta í rauninni, er þetta frýrsláttur eða er þetta afsláttur af slætti á að nota bæjarstarfsmenn í þetta eða verktaka? Af því að ég veit að gamlingjar og eldri borgarar vísvegar sveitarfélagið bíða spenntir. Hvernig ætlar sveitarfélagið að útfæra þetta? Og ég veit og þrátt fyrir að embættismenn sveitarfélagsins sé að vinna í þessu, þá hlýtur náttúrulega að vera einhver pólitísk sýn og hugsun í þessu verkefni. Þannig mig langar að spurja formann nefndarinnar þá í fyrsta lagi hvenær hann telji að þetta geti hafist, verður það fyrir eða eftir að spretta hættir í sumar eða í haust, á þetta að vera frítt eða á þetta að vera einhvers konar afsláttur af slætti þar sem að verktakar rukka fyrir það, eða er hann að hugsa það að bæjarvinnan muni koma og slá garðana, og svona kannski bara líka til upplýsingar fyrir þá sem er að horfa hér á fundin að gott að fá þetta svona beint í æð frá formanninum.
síðan það eitt varandi töfrateppið. Það alltaf virðingavert og gott þegar að félagasamtök eða fyrirtæki eða samvinnufélag í þessu tilfelli ætla að gefa töfrateppið andvirði 20 milljóna. Hins vegar kostar það að flytja og setja niður töfrateppið skils mér að kostnaðurinn sé áætlar 12 til 15 milljónir pluss síðan framtíðar rekstrar og viðhaldskostnaður. Ég hefði nú haldið að Zoom sem nú burðugur máttarstólpi hér í samfélaginu okkar og við höfum notið gjafa þeirra hér eins og í uppbyggingu á Egilsbúð og endurbyggingu á Egilsbúð og fleira. Þeir gáfu hér gervigras sem að reyndar kostaði sveitafélagi þó nokkuð pening að koma niður og síðan í framhaldsrekstur og hafa síðan gefið hér rennibrautir í Sundlaugin og Norðfirði og allt þetta virðingavert og gott. Ég hefði nú samt talið að við ættum að fara í samtal við Zoom það að klára nú pakkan og gefa bara 35 milljónir í þetta verkefni til þess að klára þetta þá frá A til Ö og þá rauninni það sem fellur í skaut sveitafélagsins að það þá viðhald og rekstur töfrateppisins til næstu ára. Þannig að ég held að þetta ætti nú að svona vera það samtal sem við tökum við samvinnufélagið og ég trú ekki öðru en að það góða fólk sem stendur á samvinnufélaginu að það muni taka vel í þetta að klára þetta verk frá A til Ö. Þannig að að sómi verði að. Fleira var það nú ekki. Fyrir Jens, orðið laust, Einar Már, gerðu svo vel. Já, forseti, það sjálfsagt að verða við beiðni Jens Garðars og upplýsa hann eins og mögulegt málin, það auðvitað bræðilegt. Ég geta margan hátt verið sammála Jens Garðari varðandi gjafir til sveitafélagsins og ég vona hann sé það þá almennt svona yfir línuna líka. Ég þekki þetta mál hins vegar ekki nægilega vel og mun eiga samræður við forsvarsmenn Zoom það en mér skilst að þetta sé margra ára saga sem að ég held kannski Jens þekkti betur en ég en kannski ekki en þetta kom bara svona frá bæjarráði til okkar í nefndina og við auðvitað tókum það og fögnum auðvitað eins og bæjarráði líka velviljanum sem fram kemur auðvitað í þessari gjöf en einhver forsaga hlýtur að vera gjöfinni, þetta kemur ekki bara svona himni ofan, heldur einhver forsaga sem ég bara þekki ekki en það er auðvitað nauðsynlegt að fara yfir það og auðvitað það rétt að svona gjöfin svo mörgum öðrum fylgir alls konar kostnaður og það eðlilegt að við ræðum þetta við þá. Varandi síðan sláttinn þá það auðvitað alveg ljóst að þetta hluti af meirihluta sáttmálanum að koma þess á, það ekki hins vegar dagsett nákvæmlega hvenar en við töldum nauðsynlegt og þess vegna var þetta sett strax á dagskrá í nefndinni að það væri kannað hversu fljótt var þetta að koma þess á. Við vonum að þetta sé ekki mjög flókið en mér sýnist nú alla líkur á því að við séum ekki það vel mönnuð hjá bænum að við getum sett starfsmennina í það að slá alla garða sérstaklega ef Jens Garðar farin að heimsækja eldra fólkið og hvetja það til dáða í því að óska eftir slætti þá ég hrættur að við höfum ekki mannskap í það en mér finnst líklegra að geta alveg sagt það, mér finnst líklegra að það þurfi að fara í verktaka og þá nú líklegra kannski að sveitafélagi geti hugsanlega gert einhverja samninga við þá heilstæða heldur en ef einn og einn einstaklingur að því, kannski hagstæðari og mér finnst líklegt líka á þess að ég ætla að fullera nokkuð á þessu stigi að það verðum einhverja niðurgreiðslu að ræða en ekki að þetta verði algjörlega frítt nema í einstaka tilfellum auðvitað og þess vegna þetta tengt við félagsþjónustuna sjá því þannig að við þurfum auðvitað að meta aðstæður í hverju tilfelli en já, ég held að það ekki Jens Garðar ekki búin að svara það bara býsna vel. Takk fyrir Einar, orðið laust Jens Garðar Helgason við orðið, gerð svo vel Jens. Já, forseti, það alltaf virðingavert að menn alltaf standa við gefin loforð, þrátt fyrir kannski að gefin loforð hafi kannski ekki verið kannski alveg þaul hugsuð til enda eins og kemur hér fram í máli ágæts formanns eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Þá langar mig að spyrja því að þetta ekki á fjárhagsáætlun ef að reyna að flýta þessu sem fyrst og eldri borgara sem bíði ofan eftir því að fá slátt að það þess að vera að tengja þetta við félagsþjónustuna að einhverju leyti þá langar mig að spyrja að því að loforð nú yfirleitt sett með verðmiða
það er nú yfirleitt einhver verðmið og lofvorðum og þetta er ekki inn í núverandi fjárhagsáætlun, þannig að það hlýtur þá að þurfa að koma hér inn viðauki fyrir því að leggja út peninga fyrir garðslætti. Og þá langar mig að spurja, hver er áætlaður kostnaður við garðsláttinn og er hugsunin svo að því að það verið að tengja þetta við félagsþjónustuna að rauninni að garðsláttur við eldri borgara verið tekjutengdur tekjum þeirra einhverju leiti? Er það hugsun meirihlutans að rauninni þessi garðsláttur verið tekjutengdur eldri borgurum? Þakka fyrir Jens, var þessari spurningu beint til formannsins því að hann er búið með, þannig ég gef honum tækifæri, hann má svara beint í spurningu, já, hann má spurja. Þannig Einar, þú mátt svara þessari beinu spurningu, gjörðu svo vel. Já, fórstu, ég þakka mildleika við fundarstjórn og leiða mér hér að svara. Það er þetta alveg augljóst mál að sá kostnaður sem að fyrst lýst ef þetta kemst á lagi nú fljótlega þá þarf þetta viðauka við fjárhagsáætlun. Það segir sjálft. Varðandi félagsþjónustuna þá er það líka það að það hefur oft komið erindi til félagsþjónustuna varðandi svona hluti þannig að þessna bara eðlilegt að þetta sé unnið í samráði. Það var hins vegar og er skýrt í meirhlutasáttmálanum að menn vilja koma þess á. Það er ekki sagt og ég ger ráð fyrir því að fólk hafi vitað í vor að það kemur sumar sem þyrfti að slá, þannig að ýmsir hafa nú kannski verið búin að gera ráðstafanir fyrir þetta sumar, en við erum nú samt sem áður að vonast þess að við getum sett í gang núna. Ég get hins vegar engan veginn sagt á þessari stundu klukkan hvað fyrsti sláttur fer fram eða hver nákvæmlega krónutalan er á því hvað þetta mun kosta. Það er býsna erfitt að átta sig á því fyrirfram. Í fyrsta lagi vitum við ekki umfangið, í öðru lagi erum við ekki búin að ganga frá fyrirkomulagi, þannig að það getur vel verið farið að hægja eins á vexti þegar að þessu kemur. Ég útiloka það ekki heldur, en eins og ég sagði, ég vonast til þess að við getum gert sem allra fyrst, en það er ekki hægt að gefa loforð það, en það mun alveg örugglega vera komið fyrir næsta vor og alveg klárlega verið komið í mjög gott fyrirkomulag við lok kjörtímabilsins. Þó að Jens Garðar sem er að vitna hér til afreka sumra annara og sem náðu ekki að koma öllu í lóg við lóg kjörtímabils, þá ger ég ráð fyrir að við náum því með þetta, minnst okkur stið. Þakka þér fyrir Einar. Ég ætla aðeins að fá að kveða með ljós bara östutt undir þessari fundargerð, kom inn á endurheimtur og votlendi sem voru til umræðu áðanum mitt og fara sem hefur það er rétt sem kom fram í máli Jens og ég held að það sé nú ljóst í þessari bæjarstótt líkt og fyrri. Við erum búin að tókum hér mjög stór skref á síðasta kjörtímabili og með samstarfi votlendissjóðin sem að gengi formlega frá hér í maí og höfum lýst okkur tilbúin til að koma að endurheimta votlendi. En að sama skapi höfum við líka sagt að það er að horfa til landnýtingar. Þess vegna erum við að taka hana samning fyrir að nýju inn í Hafnarstjórn til þess að það sé öruggt að það stangist ekki á við þau uppbyggingar áform sem þar áformuð við Flateyri í Reyðarfirði. Samaskapi verið að ræsa fram land í Breiðdal, þar er aukning á búskap á landbúnaði. Þar eru menn að ræsa fram svæði til þess að rækta ný tún í þeim tengslum og í tengslum við breytingar og annað slíkt. Þannig að það er líka mikill kostur fyrir okkur að koma að eins og Jens kom inn á að endurheimta votlendi út frá því að það er verið að ræsa fram annars staðar. Þannig að við munum auðvitað spila þetta sjálfsögðu með þeim sem þeirri uppbyggingu sem framöndan er og taka þátt í þessu. Það eru mjög deildar meiningar endurheimt votlendis innan vísindaheimsins eins og svo margt annað en enga síður talið að það skilar árangri í mörgum þáttum tengdur loftslagsmálum og Vegagerðin hefur langt árabil til endurheimt votlendi í stað þess sem fer undir hjá þeim við Vegagerð, meðal annars sem tengslu Norsræðgang þá var endurheimt votlendi á móti og í öllum stærri verkum Vegagerðarinnar. Því að það er ekki bara spurning loftslagsmál, það er líka spurning dýralíf og fleira, semst fuglalíf og fleira. Þannig að ég held að við munum halda áfram þeirri vegferð að láta þetta spila vel saman. Bara komin það að ég hef rætt áðan. Það er ekki annað þessari fundagerð sem það kom inn á. Orðið laust fundagerðina. Engin hvað þessi hljóð sé ber nötti Sandar. Hún er Sandar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Nei, fyrirgeðu, það er hér fundagerð barnaverndarnefndar. Það er fundagerð barnaverndarnefndar frá 20. júlí síðastliðnum sem er númer hljópi nú yfir það hér. Það er númer 84, orðið laust hann. Engin hvað þessi hljóðs, ég ber hann upp. Hann er staðendur með, svo fundagerð staðendur með 9 atkvæðum. Þá er ég konið liðin almenn mál, fyrirgeðu.
þar fyrst liður 9. Þetta síðar umræðum samþykktum stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Þessi vísa hér frá bæjarráði, bæjarráð tók þetta fyrir, þessi var vísað á fyrsta fundi bæjarstjórnar þar til vinnslu og þessi vísa hér aftur inn og til síðar umræð og þá staðfestingar. Búið að fara yfir þessa samþykkt sem þekkja nú vel og nú undirstaða þess stjórnkerfi sem hér inni og fundarskap bæjarstjórnar. Það var farið vel ítarlega yfir hana því að hún tekur tekur breytingum í tengslu við sameiningu, þannig að náttúrulega vorum að samþætta samþykkt Breiðdals og samþykkt Fjarðabyggðar saman. Þannig að það búið að taka á þeim málum og svona ýmsum málum, orðalagi og fleiru, einhverjar breytingar voru orðalagi sem bara til færa það til betri málfars, jafnframt sem uppfærið tengslum við lagagreinar og fleira. Þannig að það búið að fara svona vítt og breytt yfir þessa samþykkt og þannig hún hefur tekið einhverjum breytingum sem sjá milli umræðina en enga síður hún hér lögð fram. Orðið laust staðhendina. Enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þessa samþykktu stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Fjarðabyggðar upp. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér vísað til bæjarstjórnar jafnframt samþykktum viðauka á samþykktu stjórn Fjarðabyggðar og fundarsköp bæjarstjórnar sem fjallar fullnaðarafgreiðslu heimildir embættismanna. Viðaukinn setti fram óbreyttur, hann var staðfestur fyrir þessu ári. Eins og menn þekkja til þá hérna falið embættismönnum ákveðið fullnaðarvald, tengslu við útgáfu byggingarleyfa og fleira, prókúr og annað slíkt. Við tókum hann hér til umræðu fyrr á þessu ári og uppfærðum en sjálfsögðu tengslu við nýja samþykkt, þarf hann að hljóta afgreiðsla 9 en honum ekki verið efnislega breytt. Lengur hversu hljóðsum hann, svo ekki bernvænt saðendar með 9 atkvæðum. Það vísti annarum fyrir ekki, þetta fyrr umræðu prókúruna. Vísa til síðar saðend með 9 atkvæðum. Fyrir geði, mér fannst ég hafi tekið þetta fyrir á fyrsta fundi líka, þetta var tekið núna fyrir í tengslum við þetta. Síðan hér erindisbréf barnaverndarnefndar, hér í vísan á bæjarráði, þetta til síðar umræðu hér, þetta staðfesting erindisbréf barnaverndarnefndar, þar var efnislega litlu breytt, heldur uppfærð lög og orðalag, vil einhversi hljóð sem erindisbréf barnaverndarnefndar, svo ekki ber það upp, það saðend með 9 atkvæðum. Þá næst erindisbréf eignaskipulag og umhverfisnefndar, sömuleiðis hefur það verið yfirfærð nú milli umræðna, teki ekki efnislegum breytingum með stórum, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erindisbréf félagsmálanefndar, hér það komið til síðar umræðu, sömuleiðis uppfærð orðalag og laga umhverfi sem það teki breytingum. Orðið laust, engin kveðið sér hljóðs, ég ber það upp, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erindisbréf fræðslunefndar, sömuleiðis orðalagsbreytingar, uppfærsla. Orðið laust, engin kveðið sér hljóðs, ég ber það upp, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erindisbréf hafnarstjórnar, jafnframt þar tekið, ekki tekin efnislega breytingar, heldur uppfærslur. Vill einhver þessi hljóðs, svo ekki, þá ber ég eftir aðgreiðslu, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erindisbréf íþrótta- og tómstundnefndar, síðar umræða, eins og líkt með þau sem hér eru, ekki efnislega breytingar en breytingar orðalagi og uppfærslum á lögum. Vill einhver þessi hljóðs, svo ekki, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erindisbréf menningar og nýsköpunarnefndar, það erindisbréf tók náttúrulega breytingum frá því að hún hét menningar- og safnanefnd. Komin undir þessa nefnd sérstök safnanefnd sem verður skipuð af menningarnefnd þegar að þessa erindisbréf hefur tekið gildi og henni verður þá sett erindisbréf sem kemur til umræðu í gegn því hún þarf að fjalla það jafnframt. En öðru leyti sem hann séð uppfærsluna þarna kemur inn ferðaþjónusta og samráð og nýsköpun á þeim grunni, þannig að það eru þó nokkrar efnislega breytingar. Orðið laustum erindisbréfið, engin kveðis hljóðs, ég ber það upp, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það erindisbréf upplýsingaöryggisnefndar. Þetta hefur nú hlotið og þessi upplýsingaöryggismál hafa verið hér mikið til umræðu en þarf enga síðar að taka það fyrir að nýju með breyttu sveitarfélagi. Vill einhver kveðis hljóðs sem erindisbréf upplýsingaöryggisnefndar, svo verðist ekki verið, ég ber það samþykkt, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það erindisbréf framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila, eins og kom hér fram, þá var það sett hér og á síðasta kjörtímabili þegar framkvæmdaráðið var sett á. Það hefur ekki tekið efnislegum breytingum að neinu leyti en hér til umræðu einhver sem vil kveða sér hljóðs. Svo ekki berða það upp til samþykkt, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það upplýsinga- og öryggisstefna. Hún var hér náttúrulega tekið til umræðu og umfjöllunar fyrr á síðasta kjörtímabili og síðasta kjörtímabils en hér komin aftur inn, vil einhver kveða sér hljóðs hana. Fyrr umræða.
Svo ekki þá berið upp að vísa til síðar umræðu. Það samt með 9 atkvæðum. Þá útvistun og stefna uppsingatæknimála. Hvað þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber það eftir Sæðint með 9 atkvæðum. Og svo persónuverndar stefna sem hér undir líka. Allt þetta hefur hlotið hér afgreiðslu ekki fyrir svo löngu síðan. Vil einhver þessi hljóðs. Afsakið, svo virðist ekki vera, þá ber ég eftir Sæðint með 9 atkvæðum. Síðan það verklagsreglur uppsingatæknimála. Það eru lagðar fram sem trúnaðarmál eins og menn þekkja í þessari þegar menn tók upp og innleiða þessa persónuverndar stefnu, þá þetta trúnaðarmál, þessar verklagsreglur, þannig að orðið lausnuðar ekki efnislega, við einhverjum þessi hljóðs, svo verðist ekki vera, ekki má vitna til þeirra beint, heldur talum þá hlutverk þeirra, það eru Sæðinda með 9 atkvæðum. Þá komin liðið nefndaskipan í Fjarðabyggð 2018-2022 og hér verið að kjósa í eftirtalda nefndir sem að sjá, yfirkjörstjórn Fjarðabyggðar og undirkjörstjórnir á hverjum stað, síðan almannavarnanefnd eða fulltrú okkar almannavarnanefnd, öldungaráði og fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Nú ætla ég að lesa upp það sem við höfum ekki í uppfærslu eða breytingum á nefndaskipaninni, kjörstjórnum fórum við þar, svo maður getur sagt, kjörstjórnir hafa nýlega farið í yfirferð. Þannig að það eru litlar breyting undirkjörstjórn, það breyting á yfirkjörstjórn til svona samræmis við það, bæði frá jafnrétti og eins líka þar hafið óskað eftir lausn. Þannig ég ætla að fá að lesa upp þá tillögu sem hér borin upp. Að því sögðu, þá í undirkjörstjórn Breiðdalsvíkur, bent að það fundur hófst að mér vantar þar einn varamann, þannig að það verða borðinu 2 varamenn núna og ég mun svo leggja til varamann á fundi bæjarráðs sem tekur hlutur í bæjarstar. Þannig að á eftir að fara betur yfir það með formanni undirkjörstjórnar þar með varamann inn í þá kjörstjórn. En þá svohljóðandi, ég mun lesa nú upp þessar, byrja á kjörstjórnum, bæði yfirkjörstjórn og undirkjörstjórnum. Yfirkjörstjórn Fjarðabyggðar, aðalmenn verða Gísli Möðbergsson formaður, Rut Hafliðadóttir, Kristjana Mekking Guðnadóttir, varamenn Gunnar Geirsson, Agnar Bóasson og Lilja Guðný Jóhannesdóttir. Undirkjörstjórn Eskifjarðar, aðalmenn Gunnar Jónsson formaður, Guðrún Kristmannsdóttir, Guðrún M.O. Steinadóttir, varamenn Guðmann Þorvaldsson, Guðrún Stefánsdóttir og Sigurður Hólm Freysson. Undirkjörstjórn Neskaupstaðar, aðalmenn Magnús Jóhannsson formaður, Þórunn Freydís Sölvadóttir, Sindri Sigurðsson, varamenn Þorvarður Sigurbjörnsson, Sigurborg Hákonardóttir og Þorgrímur Þorgrímsson. Undirkjörstjórn Reyðarfirði, aðalmenn Aðalheiður Vilbergsdóttir formaður, Andrea Borgþórsdóttir, Lars Olsen, varamenn Hildur Magnúsdóttir, Bjarni Guðmundur Bjarnason, Jóhanna Hallgrímsdóttir. Undirkjörstjórn Stöðvarfirði, aðalmenn Svanhvít Björgólfsdóttir formaður, Ingibjörg Björgvinsdóttir, Sara G. Jakobsdóttir, varamenn Aðalheiður Guðmundsdóttir, Guðrún Ármannsdóttir, Sólveig Friðriksdóttir. Undirkjörstjórn Fáskrúðsfirði, aðalmenn Sigurður Vignir Hjelm formaður, Jóna Petra Magnúsdóttir, Steinunn Elísdóttir, varamenn Eygló Aðalsteinsdóttir, Eyjólfur Garðar Svavarsson, Borghildur Hlíf Stefánsdóttir. Undirkjörstjórn Mjóafirði, aðalmenn Sigfús Vilhjálmsson formaður, Jóhann Egilsson, Jóhanna Lárusdóttir, til vara Sævar Egilsson, Marsibil Ellensdóttir, Erna Óladóttir. Undirkjörstjórn Breiðdalsvík, aðalmenn Svandís Ingólfsdóttir formaður, Inga Dagbjörnsdóttir, Sævar Sigfússon, varamenn Jónína Björg Birgisdóttir, Anna Margrét Birgisdóttir. Ég þarf að gera þarna, eins og segja áður, bera fram 3. varamannin á næsta fundi bæjarráðs. Á þessu litla breytingan ég ræddi með formenn á þessum stöðum, það sem náttúrulega var óskað eftir lausn, þar var orðið við henni og þá færðir upp varamenn inn í aðalmannssæti til þess að halda þessari reynslun og færðir inn í nýjir varamenn. Þannig að þessi tillaga lögð fram ef enginn hefði andmælum í heild sinni. En hvað þessi hljóðs? Svo virðist ekki verið ég berið upp til Sæðindar, þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það næst almannavarnanefnd. Í almannavarnanefnd eigum við 1 fulltrúa. Það sem var Páll Björgvin þar inni, þar sem hann nú fráfarandi bæjarstjóri og hættu störfum. Þá tillaga að Jón Björn Hákonarson muni koma í hans stað meðan að ekki hefur ráðin bæjarstjóri. En hvað þessi hljóðs? Svo ekki, þá var það borðið til Sæðindar. Það sem gefið merkið henni Sæðindar með 9 atkvæðum. Þá næst öldungaráð. Á því eru breytingar að taka gildi. Öldungaráðið fengi lögformlega stöðu og frá 1. október mun verða sú breyting á að áður var þannig að það voru 2
aðalmenn frá bæjarstjórn og hópi bæjarfulltrúa. Nú verða þeir 3. 3 frá félögum eða samtökum eldri borgara á hvernig stað og síðan 1 frá HSA, ef maður rétt. Þannig að en til þess að taka þetta ekki aftur upp 1. október þá leggjum við til hér nú 3 aðalmenn í öldungaráð og það verða eftirtaldir Einar Már Sigurðarson, Pálína Margeirsdóttir og Dýrun Pála Skaftsdóttir aðalmenn. Til vara Sigur Ólafsson, Elsa Guðjónsdóttir og Rúnar Már Gunnarsson. Orðið röstuð þetta, lengur kveða sér hljóðs, svo ekki berið við saðið með 9 atkvæðum. Þá það fulltrúi í fulltrúaráð Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands. Eins og þið þekkið þá erum við í eigum við eignarhlut í Brunabótafélaginu, svo margar aðra sveitarstjórnir. Þar lagt til að aðalmann verði Jón Björn Hákonarson og varamaður Eydís Ásbjörnsdóttir. Kveða sér hljóðs, svo ekki þá það borðið upp, það er saðið með 9 atkvæðum. Þá höfum við farið í gegnum kosningar hér. Þá hér næst liður 25 sem sumarlegi bæjarstjórn 2018, það tillaga frá forseta bæjarstjórnar. Lagt til að bæjarstjórn taki sumarfrí í júlí, það sem eftir júlí, og hluta ágústmánaðar samanber 7. grein samþykktar Fjarðabyggðar og komi saman á ný eftir sumarfrí 15. 16. ágúst 2018. Einnig lagt til að bæjarráð verði falið ákvörðunarvald og fullnaðarafgreiðsla mála bæjarstjórnar meðan á sumarfríi stendur. Þetta hefðbundin tillaga sem ég lagði fram, vil einhver þessi ljóð sem hana. Svo ekki, þá var hún borin upp til saðendar, þess að mann saðan ekki finnst skeiðmerki og hún saðið með 9 atkvæðum. Þá hér næst liður sem var tekinni með afbrigðum áðan, var til umfjöllunar bæjarráðs í morgun og var samþykktu þar sem reglum kjörinna fulltrúa í tengslum við þá breytingu sem nú að miðflokkurinn á áheyrnarfulltrúa en í okkar fyrir reglum voru ekki gert ráð fyrir slíku, þá voru reglurnar teknar til endurskoðunar og þar gert ráð fyrir áheyrnarfulltrúum hinn pólitísku flokka inn í nefndum þar sem þeir ekki aðalmenn. Hins vegar var jafnframt tekið til og upp til skoðunar, það hefur verið okkur ákveð ágefni sem við setjum lengur að ekki var kveðið á að bæjarfulltrúarnir er rétt á veikinda á launum eða lent í langtíma veikindum eða slysum sem hömluðu störfum þeirra. Þannig að það var bætt inn í að bæjarfulltrúar eigi frá, eins og kom fram í formanni bæjarráðs áðan hér, eigi rétt á 3 mánaða launum, þá er ég talað föstu launin sem bæjarfulltrúar hafa fyrir sín störf til 3 mánaða til að koma móts við. Þetta í samræmi við það sem önnur sveitarfélögum með, þannig að það sé komin til móts við það. Vill einhvern kveða sér hljóðs reglunar? Svo ekki, þá byrjar eftir saðendar með 9 atkvæðum. Þá liður 27 sem erindismenn landbúnaðarnefndar. Landbúnaðarnefnd undirnefnd eignaskipulags- og umhverfisnefndar og skipuð innan þeirra nefndar. Það eignaskipulagsnefnd hefur ekki skipað hana eins og gefur ráð fyrir það sem ekki var búið að ljúka endanlega umfjöllun erindisbréf eignaskipulagsnefndar. Við lukum því hér áðan. Jafnframt hefur eignaskipulagsnefnd farið yfir erindismenn landbúnaðarnefndar og gerir ekki athugasemdir við það. Það er búið að uppfæra það svona eins og önnur bréf, efnislega ekki breytingar en orðalag og það sem snýra lagaumhverfi. Vill einhver þessi hljóð sem erindisbréf landbúnaðarnefndar? Svo ekki, þá byrjar til saðendar. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og þá getur eignaskipulagsnefnd skipaði þá ágætu nefnd. Sýnast þetta er menningar og safnefnd, menningar og nýsköpunarnefnd fyrirgefið mun skipið safnefnd. Þá hér í lokin bara þessum bæjarstjórn dag tillaga frá forseta bæjarstjórnar fundartíma bæjarstjórnar fram að áramótum. Því að nú því fundarplani lokið sem við höfum sett upp með vorinu og breyttum eftir kosningar og bæjarstjórnar leiði sumarfréttina fund sinn til 16. ágúst. Þannig að ég gerir hér tillögu að fundi bæjarstjórnar verði sem hér segir árinu 2018 sem eftir lífi þess 16. ágúst, 30. ágúst, 7. september, 20. september, 4. október, 18. október, 1. nóvember, 15. nóvember, 29. nóvember og 13. desember. Það bara hinn megin reglan, þetta 1. og 3. 15. í mánuði, utan þess að nóvember líkt og síðast ári, hann ekstra langur, í honum eru 5 vikur, sem sagt, hann byrjar þannig og út frá svona fjárhagsáætlanagerð þá reyndist þetta ágætlega fyrir að hafa 3 fundi þar og vera svo með fundum meðan desember til að ljúka þá svona öllu jöfnu gerum við ráð fyrir að þá séu nefndir búin að ljúka fyrir áramót. Þannig að þetta svo til að sem hér lögð fram og borin upp þeir sem annars saðan ekki skeiðmerki saðan með 9 atkvæðum.
Jæja, góðu bæjarfulltrúar, þá dagskrá bæjarstjórnarfundar hér lokið í dag sem hefur verið hér hafa ýmis mál verið til umfjöllunar og hér hafa verið ýmsar umræður verið teknar sem eins og þetta á allt saman að vera inn á vettvangi bæjarstjórnar og vonandi njóta bæjarfulltrúar þess sumarleyfis þó að nefndir fari ekki í formlega sumarleyfi þá eflaust dregur eitthvað á fundum þar en enga síður rétt að minna það að það ekki gert ráð fyrir eiginlegum sumarfríum heldur bara eftir hvernig málin þróast og hvað til umfjöllunar afgreiðslu. Bæjarráð tekur nú með hlutverki í bæjarstjórnar fram til 6. ágúst og ég óska ykkur bara góðs leyfis til þess sem ætla að fara í frí og menn mæti hér endurnærðir til fundar 6. ágúst fullir jákvæðinni að takast á verkefni hausins. Þá þakka ég fyrir og segi fundi slítið.